Komið sæl, Magnús Már heiti ég, velkomin í aðra seríu af þættinum Teymum tækna. Í dag situr hjá mér Pétur Mokk, sálfræðingur og formaður Sálfræðingafélags Íslands. Passar. Við erum búin að spjalla hérna og sitjum inn í stúdíónu upp í háskóla og ég var að segja, það var ekki kannski endilega partur af verkefnalýsingu minni að halda út í podcasti. En hins vegar þá er þetta orðið einhvern svona bara mjög áhugaverður vettvangur til þess að fjalla þessa tækni, þessa gervigreind sem er að svona, þessa gríðarlegu öldu sem er að ganga yfir samfélag okkar og þú hefur nú verið að skrifa þetta og bara nýlega kom viðtal við í Heimildinni. Þannig að Pétur, þú kannski bara kynnir þig og svo sjáum við hvert þetta leiðir okkur. Já, þú ert svo sem búin að kynna mig. Ég heiti Pétur Mokk og er meira að segja Þorsteinsson og eins og þú sagðir, formaður Sálfræðingafélagsins núna til síðustu 2 ár. Ég er búin að vera þar í 2,5 ár. Hvernig lendir maður þangað? Það eru það skilir að vera sálfræðingur. Það hefur verið í 20 ár. Búin að vinna bæði í sjúkrahúskerfinu, heilsugæslunni og líka sjálfstætt. Og svo sem, af hverju er ég að tala gervigreind, það alltaf svo sem haft áhuga á tölvum og tækni og eins og ég hef búin að segja Maggi þá voru kannski fyrstu kynni mín að gervigreind í valkúrsi hjá Jörgen Bind, prófessor í sálfræði, svo langt síðan að það var á síðustu öld, þar sem ég kynntist tauganetum í fyrsta sinn og að gefa búa til lítið tauganet og gefa því afmarka verkefni og sjá hvernig það vinnur. Og það er mjög gaman að segja þá sögu fyrir og bera saman við tölvutekni í dag. Fyrsta tölvan sem kom heim þegar ég var krakki, hún var 48K og þar forritaði maður í Basic þegar ég var 10 ára og tengdi hana við sjónvarpið. Síðan, cirka 15 ára seinna, þá fer ég þennan valkús og ég fer alveg spes og kaupi með Pentium 2 tölvu með ekstra vinnsluminni til þess að geta látið þetta tauganet vinna alla nóttina. Já. Og í dag er ég með Samsung gervigreindina í símanum og Google gervigreindina og svo sest ég í vélina og er með GPT, þannig að þetta er náttúrulega bara lógaritmískur vöxtur og hraði í framförum. Já, þetta er alveg ótrúlega framfarir. Og það er eiginlega þar sem þetta kemur þá eiginlega inn á svona radarinn minn sem formaður Sálfræðingafélagsins, að við erum fagfélag sálfræðinga og stéttarfélag og svona, þannig ég er 50-50 bara í kjara og réttindamálum og svo í því sem snýr að faginu sjálfu og þetta var bara svona pínu óvart í sumar, smá eiginlega happening þar sem að það er haft samband við mig, ég man ekki hvaða fjölmiðill það var fyrst og þá er það af því að í einhverjum hópi á Facebook er verið að tala það hvað sé dýrt að fara til sálfræðings og það er dýrt, sálfræðingar eru utan sjúkratryggingakerfisins og niðurgreiðsluna, svo er komið þínu að líka því hagsmunamáli og þá er einhver sem segir að ég nota bara ChatGPT og úr því verður mikil umræða þarna inni í þessum hópi og ég er ekki í þessum hópi en það er samband við mig annarkot bylgjan er Rás 2 fyrst, svo er hinn stóra síðdegis útvarpsstöðin og svo svona kolli þannig að þetta er greinilega bara mjög ofarlega á baugi þessi vangavelta og eins og við höfum verið að ræða í undirbúningu fyrir þennan þátt og það er sennilega ekkert svið mannlegra tilveru sem verður ósnortið gervigreindinni. Þannig að en sem sagt og það er í lútra þessu sem ég sökti mér aðeins í það núna í sumar og haust hvort það væri yfir höfuð eitthvað komið áhrif gervigreindar á þá sálfræði meðferð og ekki kannski ekkert endilega meðferðin sem slíka og þá sem snýra þeim sem veitir meðferðin heldur þá meira að þeim almennum notendum og þá kemur til dæmis bara upp þetta hvernig getur leikmaður gert greinamun og góðri meðferð og lélegri. Akkurat. Þannig að þá kemur bara í ljós að það er fullt af með dapurlegum og raunverulega bara vofvelegum hlutu sem hafa gerst af því að fólk hefur raunverulega trúað
gervigreindinni, mállíkaninu. Mér finnst eiginlega gagnlegra að tala mállíkan þegar gervigreind svo margt annað líka. Já, ég fagna sko nákvæmri orðræðu sko, þannig að við getum talað stóru mállíkunni sem þá þessi svona, við þekkjum mest sem þá ChatGPT eða Gemini eða Akkurát. Sálfræðingar fagna góðri aðgerðabindingu hugtaka. Já. Þannig að nú verð ég að tala inn í minni hóp. Og ég fagna sko orðinu aðgerðabinding, það er miklu uppáhaldi hjá mér. En þá kemur þetta í ljós að fólk sem að mögulega var mjög viðkvæmt fyrir, mögulega einhvern veginn þannig stað að það gerði ekki alveg greinamuna á góðum ráðum og ekki eins góðum og mögulega bara fólk sem hefur ekki forsendu til að greina á milli. Einhver ljóður á dómgrind eða eitthvað. Já. Að það eru nokkur staðfest dæmi hreinlega andlát þar sem, og af því að þetta er mállíkan, þá samtali til. Já. Og það hefur verið hægt að fara í samtölin og sýnt fram á að þar sem að manneskja myndi stoppa þig af og segja nei, magi ekki, þú ert ekki að fara að gera þetta, að þá raunverulega mállíkanið stoppar þig ekki. Og þarna finnst mér raunverulega ekki einu sinni nauðsynlegt að gera greinamun á sálfræðingi og mállíkani. Það bara manneskja og mállíkan vegna þess að dæmin sem ég að tala þetta eru nokkur dæmi, sennilega 4 svona sem ég hef fundið á minni leit á netinu þar sem að manneskja hefur hreinlega tekið líf sitt eftir samtal við mállíkan og mállíkanin bremsar ekki af, stoppar ekki af, sendir ekki á bráð á móttökuna að segja að tala með eitthvað heldur í þessum tilfellum hefur mállíkanið hreinlega hvatt til þessa óyndisúrræðis. Og þetta eðlilega mjög fréttnæmt. Sjálfsögðu vitum við ekkert öll hin skiptin sem mállíkanið hefur haft vit fyrir fólki og sendt það til læknis eða til sálfræðings en þetta eru svona þessi gallar á þessar nýju tækni sem ekkert bundið með mállíkun. Við sjáum bara fréttir testlur sem að læsast og það ekki hægt að opna þér. Já. En svo kannski, þú veist, kemur líka, hvað að segja, þú veist, vegna þess að, þú veist, það sem að þú veist að fjalla svona vönduð orðræða út frá þinni fagþekkingu og annað, en einhverju myndur samt bara, held ég, taka svo að segja bara, þetta var nú líka bara sagt einhverja Iron Maiden plötu eða einhverja þungarokk, þú veist, þegar kom einhver ný tónlistabilgja og þú veist, einhver var að tengja þetta við ofbeldisverk eða jafnvel sjálfskaða eða eitthvað sem var þá verið að kenna, þú veist, hljómsveitinum að því þetta var eitthvað sem var óþekkt og lá vel við höggi og mann finnst Dungeons and Dragons en mann finnst einhvern veginn svona sko mjög gott sem þú sagðir þarna áðan vegna þess að ég held að séu sem betur fyrir alltaf fleiri og fleiri sem eru svona að gangast við því að þessi tækni, andinn farin úr flöskunni og hann verður ekki settur í hann aftur nema með einhverjum sko það þyrfti einhverjum miklar hörmungar að ganga yfir hreinlega til þess að þetta sko hætti og þeim mun svona, hvað maður segja, þeim mun meðvitaðri sem að fagstéttir eru og náttúrulega bara í svona breiðara samhengi tengsl mannskepnunar við tækni og bara samfélagsmiðla og okkar kynslóð, við erum svipari kynslóð við erum bara búin að vera eitthvað svona tilraunadýr tæknifyrirtækja svona allavega ég eins og frá fermingu þegar ég fekk allt í einu ADSL-tengingu sko, og tengdist heiminum sko. Þú manst kannski ennþá meira betur áður. Sko, hlaði tölvuleikjum að kassettu og seti daglangt og forritað upp úr tölvublaði sko. Og svo, þannig að þú getur rétt ímyndað hvort að 28,8 bóta tengingin var ekki bylting. Já, alveg klárlega sko. En sko tilraunirnar hafa staðið lengur og það nú til dæmis bara einhver merkilegasta fjölmiðlarannsókn í heimi nú hér á Íslandi sem að Þorbjörn Broddason hóf þegar að sko ríkissjónvarpið hóf útsendingar. Það búið að fylgjast með sjónvarpsnotkun Íslendinga frá upphafi. Okay. Og Kjartan Ólafsson sem að hér á Akureyri, hann tók við þessum rannsóknum með einhver leiti, ég veit ekki hver er ábyrgðarmaður þeirra núna
En þú veist, þá var, ég nefni þetta því að þar var líka ný tækni sem að gjörbylti öllu og einmitt var talin hafa með sér dauð og djöful og sama þegar bílar koma og einhverju leyti nefnilega öngþveitið núna í kringum gervigreind ekki svo frábrugðið öngþveitinu þegar að bílaöldin hófst. Því þá voru engar umferðarreglur og hugtökin vinstri eða hægri umferð höfðu enga merkingu fyrir 100 árum. Og þar eru bara, þar var bara svona villta vestust ástand líka, þangað til að menn einmitt sögðu, heyrinni, þetta gengur ekki, hér gangandi fólk, hjólandi, ríðandi, hestakerrur og svo eru núna þessi bílar. Og eða sjálfrenni reiðar eins og það hét fyrst. Og þá náttúrulega bara og þarna verður umræðan líka bara pólitísk af því að sko við erum alltaf með þessa póla sem að vilja það sem að ysti pólinn öðrum en vill enga reglur og segir bara kerfið sér sig sjálft sem það sami umræða bara með markaðinn og allt það og hinum megin fólk sem að ystu öfgunum hinum megin segir við verðum að regluvæða allt og svo veruleikinn einhvers staðar á milli. Þannig að reglur verða náttúrulega til út af þörf. Það þurfti að setja umferðarreglur. Já. En í dag höfum við ekki neinar umferðarreglur það hvernig við umgöngust málíkun og raunverulega mjög lítið af umferðarreglum til bara hvernig við umgöngust upplýsingatækni. Samanber þetta stríð sem að virðist verið í öllum hver einustu barnafjölskyldu skjátíma. Já, og ég nefnilega sko það er svo áhugavert að bera þetta saman við einmitt svona fyrri örar tæknibreytingar sem hafa leitt til einhver svona óstöðus ástands í tilveru okkar en það sem að mér finnst kannski svona og eins og ég sýndi þér það sem ég búin að vera að velta fyrir mér þessu hugtaki sko aðgangslost sem er þá einhvern veginn svona mín tilraun til þess að aðgreina þetta frá fyrri innbyltingum og fyrri svona tæknibyltingum sem einfaldlega vegna hraða á aðgengi að málíkunin sko sem ég byrjaði að nota 22 sem að GPT 3.5 það var svona sko það var illa nýtilegt til flestra verka nema þú sko þurftir að vera ofboðslega svona maður þurfti oft að nördast lengi yfir því að vera að skrifa einhver góð prompt til þess að fá eitthvað vit út úr þessu og þetta var mikil handavinna en þróunin frá því og þannig til við komum þessi fjölhæfu módel í dag sem að bara sko þú bara hendir inn 300 blaðsíðna PDF-skjali og færð helstu punktana eða tekur upp vídeo og það greinir fyrir því vídeo og allt það og tæknin verður aðgengileg öllum sem eru með internettengingu samstundis og mörguleyti er þetta frítt og þannig að sko kerfin okkar sem eru þessi kerfi sem við höfum byggt upp í kringum okkur sem samfélag svona til þess að reyna tryggja það að við getum lifað einhverju svona summarsamlegu lífi hérna saman, að þau eru bara ekkert hönnuð fyrir svona hraðar breytingar, sko. Nei, og kannski líka, sko, að þú nefnir fyrri yðbyltingar, þá eru miklu afmarkaðri. Þú talaður aðgang og munurinn á, ef við förum bara alveg aftur til gufuvélarinnar, þá hún ekki inn á hverju heimili, hún er á vinnustöðunum og vefstólarnir og allt þetta í Bretlandi. Þessi bylting, ef við getum talað um þetta sem 4. eða 5. iðnbyltinguna, hún er í vasanum á öllum. Þetta er rauninni fyrsta stóra svona lífsháttabyltingin sem maður raunverulega eldir í hvert sem hún ferð. Það er eiginlega ekkert opt-out úr þessu núna. Nei, því að ef að þú sko slekkur á sjálfvirkum uppfærslum á símanniðinum og þá bara hættir hann að virka. Já. Tölva sem þú hefur ekki ræst í 3 mánuði, það tekur bara daginn að koma inn í gagnið aftur. Sko. Já. En ef við förum aðeins aftur að sálfræðinu vegna þess að og myndist þið á Jörgen Pind að því hann skrifar sko grein í tímanum 81, ég minnst það hann áður þess að
gervigreind sem ótrúlega að lesa núna. Þetta heilsíðu opna í dagblaði hérna, þar sem hann að fjalla í raun og veru þá tækni sem við erum að sjá raungerast í dag. Þannig að sko vegferð sálfræðinnar í þessu hefur verið mjög svona þétt og nálægt þessum uppgötfunum í kringum tauganetin og náttúrulega Elisa, þarna fyrsti chatbotin var hannaður af sálfræðingum og svo raungerist þetta akkurat núna og maður hefur séð skýrslur frá OpenAI og fleiri fyrirtækjum þar sem að segja bara, já, það nú bara flestir að nota þetta til þess að reyna að einhvern veginn að sálgreina sig eða fá einhvern andlegan stuðning eða eitthvað slíkt og það vantarlega ekki hægt að mannskepnin hefur allavega ekki verið gjörn á það svona ef að læknir segir til dæmis að vertu nú ekkert að googla þetta, náttúrulega fyrsta sem hún gerir náttúrulega að googla það að sko telur að sko gervigreind geti verið meðferðarstuðningur? Sko áður en ég svara því, þá verði ég eiginlega að fá að ávarpa þetta með minn gamla prófessor Jörgen Pind, sko, af því að það ekki bara því að hann kendi mér heldur af því að hans ferill svo mikið eins og gervigreindin. Hann kemur úr málvísindum og íslensku. Þaðan ég verið skynjuna sálfræði og þetta sem að eins og Elisa og allt þetta, öll þessi saga, hún gerist á í brennpunkti á svona það sem að mætast málfræði, tölvunarfræði og sálfræði. Já. Og það sem hefur sko held ég bjargað okkur Íslendingum að vera á þessum vagni að til dæmis í GPT að íslensku líkanið sé svona gott. Það fólk eins og þau í miðeind sem hafa selt konseptið til stórfyrirtækjana þar sem að sko eitt sölupunkturinn íslensku hvað hún forn og hvað hún sko málfræðin okkar hentar tölvum svo vel, hún svo regluleg. Já. Þannig að þetta var svona nörda útúrdúr. Þetta svona bara mjög skemmtileg pæling. Íslensk máltækni hérna mjög áhugavert og skemmtilegt svið. Algjörlega. En þá með sko þetta og mállíkön sem stuðning. Sko, það ég ekki búin að þaulrannsaka þetta og bara svo það sé sagt, en ég sannlega búin að prófa þetta og í tengslum við þetta eins og þetta þegar þetta fer af stað í sumar og líka í tengslum það sem við ræddum áður en að við ýttum og upptöku áðan og aðeins byrjar að fjallum hérna ýmsa svona fronta sem settur á mállíkon og seldi sem app, eitthvað svona wellness app. Já. Við tökum það eins og eftir og hverju að huga þar. En sko mállíkan getur í sálfræði alveg hreint eins og bara ef bílliðin bilar eða þú þarft að finna út einhverju með stýrikerfi við tölvunniðinni þá getur að gefa þér mjög haldgóðar tillögur að því hvað þú átt að byrja að prófa og það getur gefið þér lista með þess að býsna nákvæman yfir svona röð aðgerða sem þú þarft að gera. Eins og augljóst dæmi svefnleysi. Þar sem að það nokkuð svona bara vel viðurkennt og staðfest orðið hvað þú þarft að gera, þú getur ekki sofnað. Og hugræn atferlismeðferð við svefnleysi umverulega, það svona ákveðið uppáhaldsdæmi sálfræðinga því að það fyrsta meðferðin, það sem staðfest með bara í læknisfræðilegum rannsóknum að sálfræðimeðferð virkar betur heldur en flest algeng svefnlyf við svefnleysi. Kallað CBTI, CBT, hugræn atferlismeðferð við svefnleysi, insomnia, virkar betur. Og af því að þetta svona þekkt stærð, þá þetta út allt internetið. Já. Og af því að hérna mállíkanið pínu svona eins og tveir togarar sem að draga saman risastórt troll, að þá trollar það upp bara mjög góðar upplýsingar. Þannig að því leytinu til getur fólk nýtt sér þetta upp að einhverju marki. Sem stuðningur í meðferð, þá ertu komin í aðeins flóknara umhverfi og svona núanserað. Sem heilbrigðisstarfsmaður, þú veist,
með leyfi frá landlækni, það þarf að gengið í gegnum ákveði ferli og komist í gegnum ákveði nálar til þess að fá að kalla því sálfræðing eða sjúkraþjálfara eða eitthvað annað þessar á 4. til löggiltu heilbrigðisstétta. Þetta verndað heiti. Þú ert sjálfur sjúkraflutningamaður. Bráðatæknir með befis upp á það. Já, og þekkir þetta og þá þekkir líka ef við höfum okkur eins og fíbl, þá getum við mist þessi réttindi. Já. Og þetta náttúrulega bara, grunnréttindi í stjórnarskránni rétturinn til atvinnu, þannig að það að hafa starfsleyfi sem sérstakt, það er býsna merkilegt. Já. Þannig að sko, það sem ég gerir sem sálfræðingur, það þarf alltaf að lúta þessu. Og þannig að þannig að sko, ég held allavega enn sem komið og það hefur þá að gera meðal annars með það að tæknin svo villt. Já. Það ekki örugt hvað kemur. Ef ég sendi þig heim og segi taktu þetta fyrir með mállíkaninu. Af því ég hef ekki stjórnaði, þá get ég raunverulega á starfsleyfinu mínu sem sálfræðingur ekki ráðlagt þetta. Nei. Ég þarf að hafa meira kontról á því sem ég að gera og þetta segja þetta með þeim fyrirvara að í þessu hefðbundna líkani þar sem við hittumst í 50 mínútur einu sinni í viku þá eru óteljandi hlutir sem geta farið úrskeiðis af því að ég hef bara aðgang að þér í þessa 50 mínútur og gef þér ráð og svo fer þú og gerir einhverju vitleysu. Já, og sko, ég ætla ekki að reyna að koma þér í klandur hjá sko landlækni, þannig að sko, þú ert ekki fengið lína þátt sko til þess að sko representa, þú ert náttúrulega kynntur hérna sem sko formaður og sem sálfræðingur og þú náttúrulega ert hlutað svona fagstéttan og þú getur aldrei farið úr þeim sloppi, eins og maður segir. Og myndi aldrei gera það, sko. Og þú myndir aldrei gera það, en sko, aftur á móti þá finnst mér, sko, að einhverju leyti, sko, þá erum við svolítið bundin eins og hérna, þú þekkir vel að það vera að binda meðferðarúrræði og aðferðir sem vera að beita við þá vísindalega rannsóknir og ég alltaf verið að skoða þessa tækni mjög mikið og eitt af því sem ég komst að bara svona frekar snemma í ferlinu að rannsóknir sem eru sko í fyrsta lagi þá náttúrulega sko eru bara verið að prenta át rannsóknir á hverjum einasta degi sko og svo maður fyrir að rýna í gæðið þeirra þá þau alveg ofboðslega misjöfn og einhverju tímapunkti þá bara svona fór ég að reyna sko finna öðruvísi rannsóknir sem að tengdust tækninni vegna þess að maður fór sko rannsóknir sem voru einhvern veginn beint að tækninni þá bara þetta kom 2022 það ekki komin einar langtíma stúdíur eða þú veist það ekki búið að vera að prófa aðferðir sem að eru sem að sko það bara ekki búið að vera tími til að hanna rannsóknir til þess að keyra yfir einhvern langan tíma til þess að prófa eitthvað og þá getur maður ímyndað sér að fagstéttir sem eru á þessu sviðum séu í svona pínu svona lofttæmi hvað þetta varðar og þá þurfið þið náttúrulega bara að treysta á ykkar svona dómgreind og siðareglur og annað sem til þess að reyna ráðleggja heilt. Sko já og nei, af því að þetta þegar við sitjum nú hérna í Háskólanum Akureyri sem fjarkennsluskóli mjög mikið en ekki eingöngu að þá til að mynda bara, og ég hef kennt þetta sjálfur að það kennslufræðilega ólíkt að kenna þessum með fólki hjá þér í stofu eða í fjarkennslu. Já. Þú þarft nefnilega 2 útgáfur af sama kúrsinum. Og það ekkert öðruvísi með meðferð að hérna, þannig að sko þar sem við eigum bara mjög vel grundaða og marg staðfesta aðferðir í meðferð. Það þýðist ekki beint yfir á aðra miðla. Nei. Hvort sem að það bara taka kennslu upp á vídeo og sína á YouTube eða með meiri gagnvirkni í samtali eða þá í gagnvirkni gegnum app eða tölvu án sko svona mannlegra samskipta að þó að inntakið sé þið sama þá eru aðra breytur að hafa áhrif þarna þannig að þetta ekki endilega sama meðferðin og það rétt hjá þér að sko vísindin
þau eru, ég ætla að umorða það sem þú varst að segja og svo kannski skildi þið rétt og kannski ekki. Vísindin eru í eðlisínu íhaldsöm. Þau eru hægfara og það er ákveðinu þetta akkilsarhæll eða vandamál núna þegar tæknin er að breyta svona rosalega hratt. Og það eru alls konar líka ytri aðstæður sem hafa áhrif á það sem eru einmitt mannlegar en ekki tæknilegar. Þú nefnir lélegar rannsóknir. Allar vísindagreinar og öll akademía glímir við sama vandamáli sem eru predatory journals, svona bara svindl, ritrýnd tímarit sem eru bara drasl. Já. Þú veist, hér, aftur, við sitjum í háskóla þar sem að launakerfið byggir á birtingum. Já. Og þá birting er ekki það saman birting eins og þú segir. Það er bara, og sem betur fyrir er komin ákveðin svona gæða stigun á tímarit, en sum tímarit er einmitt verðlaus, en þau eru hins vegar birtingar í þeim leikmaðurinn gerir einhver greinamuna á birtingu í hjá British Journal of eitthvað sem er í efstu hillu og svo einhverju sem kemur út í Singapúr og er bara óvart einhverju bakhúsi þar Já. Þannig að þarna er bara svona trúveruleika vandi en ég ætla að leifa mér að tengja þetta yfir í líka með af því að við erum með síman í bassanum og það er hægt að gera allt í símanum að mjög mikið af þessum öppum sem er að koma ekki mörg á íslensku en ofboðslega mörg á ensku fæst þeirra og bara mjög lítill minnihluti það telur mögulega bara í brotu prósent eða örfá prósent hafa farið í gegnum svona clinical trials. Já. Restin er bara einhver svona umritun á meðferðarleiðbeiningum oft ekki einu sinni með aðkomu heilbrigðisstarfsmanns og svo er þetta bara sett í App Store-ið til þess að búið til pening. Þess að búið til pening, já. Og það náttúrulega snýst þetta og stærstu hluta það er að einhver geti grætt á því og það er sálfræði alltaf mjög áhugavert svið vegna þess að og þarna kannski kemur líka saga sem að tengir okkur og ég hef notað hana til dæmis í svona skrifum sem ég er að vinna að við tengjum svolítið í gegnum flugslið sem var 2013. Já, rétt. Og þá verður mjög alveg flugslið þegar sjúkraflugvélin hrapar í Hlíðarfjalli, hörmulegur atburður og þetta var svona dagur í lífi mann sem að breytti manni bara til frambúðar og gleymist aldrei og svo þegar ég er að velta fyrir mér vegna þess að ég er á einhvern veginn báðum pólunum í þessari tækni og reyni einhvern veginn að fetta þessa miðju en er einhvern veginn alltaf að vera svona ákveðnari með það að mitt markmið með því að kynna þessa tækni og fá fólk til þess að spreyta sig á henni bara til þess einfallega að geta átt gagnrýnar samræður hana að geta og tekið einhverju upplýsta ákvörðun það hver hann nota hana við að það er að ekki falla í þennan freistni vanda sem ég tala stundum að það er að kaupa einhverja lausn sem að einhver svona plástur á núverandi verklag sem er nú þegar óskilvirt og þú bætir bara einhverju GPT þarna við þannig að súpan verður bara ennþá þynnri og þannig að þetta reyna róa að því að sjálfvirkni væða það sem er hægt að sjálfvirkni væða að fullu og að því ég minnist þarna á þetta hörmulega flugslys og það er náttúrulega eitt sem er við svona flugslysar unnar úr því alveg óbúrslega nákvæmur og ítalega skýrslur og maður getur alveg sett sem svo að í flugi þá hefur svona sjálfstýring eða autopilot og er nú tölvukerfi sem að stýra flugvélum, það er að aukið öryggi í flugsangöngum alveg gríðarlega mikið og í þessu tilfelli þá hefði gervigreind aldrei nokkuð tíman eða sem sagt autopilot sem er þá mjög flókið tölvukerfi það hefði aldrei farið í þessar aðstæður og þarna kemur þessi þessi
þessi mannlega hlutdrægni gagnvart tækninni, bæði það að sko alltaf segja að við þurfum alltaf að hafa manninn að stjórna tækninni, vegna þess að þá getur hins vegar bara verið að innleiða einhvers konar vanvirkni í kerfið, af því að maðurinn breyskur, en aftur á móti þessi innleiðing þegar þú ert að hálf sjálfvirkni væða eitthvað, eða þú veist nota þetta inn í kerfið þess sem allir eru orðnir þreyttir og kannski færum okkur þá bara yfir í þá umræðu sem þessi sko, sem að virðist vera bara svona landlægur eða bara alheimsvandi sem svona kulnun og streita og þetta burnout og svona hver tengsl okkar við tækni og þeim meira sem við sitjum fyrir fram að skjá og erum einhvern veginn að reyna að gangast við einhverjum tölvukerfum sem við þurfum að vinna við að það sko hvað segir eins og bara sálfræðin það að mínum að sko þá sem leikmaður þá ég segi markmiðið að fækka klukkustundum fyrir framan skjá með því að nota gervigreind af því að ef við getum aukið þetta vegna þess að sko og þetta er eins og í sálfræðimeðferð þessi mannlega nánd en samt pínu hræddur það að það verður svona mjög mikið premium þegar framleiða stundir vegna þess að einhvern veginn aðgengið að gervigreindin svo mikið en svona ef markmiðið að sko bæta aðgengi að þá eins og samskiptum og meðferð sko hvort að einhvern veginn eða að hugsa hlutin einhvern veginn aðeins upp og nýtt til að auka aðgengi og hvort að tæknin geti þá verið sko einhvern veginn leitt til þess að einfalda það eða fjölga úrræðum. Já, þetta, hvað hefur við langan tíma? Við hefum bara eins og þú hefur sko. Sko, eitt samt að því að þú nefnir þetta flugslys sem var náttúrulega alveg hræðilegur atburður og en ég held nú svona við höfum ég ætla ekki að segja slysast til en svona það auðvitað, það var ekki til neinn handbók hvernig maður vinnur úr þessu en við gerðum það samt ágætlega þú veist, við komum þarna frá spítalanum þau fengu liðsauka frá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu og það sem gerði það sem við gerðum vel þar var að vera manneskjur Akkurat og auðvitað sko manneskja í mínu tilfelli sem kunni meðferð og þá er mér treyst fyrir því að hitta ykkur í liðinu sem þá voruð og svona fylgja betur eftir þeim sem það þurftu en svo líka af því sennilega þegar ég hef mína þjálfun þá kom það líka í ljós í þessu ferli þannig að við fyrum dýpri í það að það voru aðri hlutir sem að brunnu mjög þungt á mörgum en við gerðum þetta vel að því voru manneskjur það sem er áhugavert líka að þú nefnir flugið er að flugvélin, búnaðurinn í flugvélinni loggar allt þess vegna er hægt að rannsaka það þú veist, við getum ekki og þess vegna er sko mannlegi þátturinn í flugslysi þú getur betur rannsakað hann heldur en í næstum því öllum öðrum svona aðstæðum af því að flugvélin tekur upp allt sem að gerist Já það er ekki þannig í bílum til dæmis þar er meiri ráðgáta eða verið banaslys í bíl þá með aðdragandi slysins meiri ráðgáta Já, er ekki komni núna í sem nýjustu testum og einhverju svona er það ekki svona Jú, er ekki svona sambærilega eitthvað þannig að gerast Já En já, þá með jú, sko sjálfvirkni væðing er dálítið lykillinn og það er eins og þú teiknaðir upp áðan það er ákveðin kúfur sem þarf að komast yfir álagið eykst þangað til að kerfið er orðið nógu gott til þess að getum treyst í og þar held ég að sjálfvirkni sem byggir á gervigreind eða þjörkum sem hafa afmörkuð verkefni ég held að sé ekkert öðruvísi heldur en önnur innleiðing á nýjungum þú veist, í fótbolta kemur nýr þjálfari og vill spila nýtt kerfi og augljóst dæmi núna þegar ég gaman að gera grína því er að Ruben Amorim gengur mjög illa að kenna leikmönnum Manchester United að spila nýtt leikkerfi og gengur bara hræðilega en þeir eru ekki búin að missa trúna þannig að þeir ætla ennþá að spila 3-4-3 og kannski smellur það í vetur og þeir fara að vinna en þeir eru raunverulega í þessari sömu brekku að það er ekkert orðið sjálfvirt af því að þú veist, ef þú hugsar
íþróttir og ég kem með tenginguna, langsóttu tenginguna eftir smástund. Mér líkar alveg það, sko. Að þú veist, þú sérð æfingu hjá 10 ára krökkum í handbolta, þau eru að æfa hraðahlaup og þau hlaupa ákveðna leiðir. Hornamenninir hlaupa svona, miðjumaður hlaupa svona, boltinn gengur svona. Og þau æfa þetta líka, þau eru 11 ára og 12 ára og 13 og í meistaraflokki. Þannig að færni byggir á þjálfun. Já. Og það er eins með lestur og það er eins með markföldunartöfluna og það er eins með gervigreind. Þannig að þjarkar geta lært og ég held við eigum að horfa á afmörkuverkefni fyrst og fremst. Og eins og ég sagði þér þegar við vorum að undirbóka fyrir þáttinn að ég vann áður hérna á Heilbrigðisstofnun Norðurlands og það eru nokkur ár síðan að nú er teknir í notkun þjarkar til að hjálpa til við kassauppgjör á afgreiðslunum í lok dags. Og það er afmarkaverkefni sem er þjálfað, en þú veist, innleiðingin er smá hjalli, brekka, og svo gengur allt vel. Og þannig að sko, ég held í alvörunni að í prinsipinu sé þetta ekkert öðruvísi með gervigreind heldur en bara alla aðra innleiðingu á nýjung. Hvort sem hún er tæknileg eða að læra nýtt kerfi í handbolta. Já, það er svona, það er alveg einleið til að horfa á þetta og eins og þegar ég, sko, að því að það sem eins og ég horfi stundum á þetta er að, þú veist, allt í einu er til sölu eitthvað sem var ekki áður til sölu, sem er einhver svona önnur útgáfa af þekkingu. Þetta er ekki mannleg þekking, vegna þess að þessi þekking er bundin við það sem hægt er að mæla. Vegna þess að ef það er hægt að mæla þá getur hlaðið upp í tölvu og þess vegna einmitt þegar við talar aftur þennan atburð sem við vorum að ræða á þannig að þú veist, akkurat það er þessi færni sem að einstaklingar hafa til þess að geta unnið í mannlegu umhverfi og brugðist við því mennska sem að koma upp og þess sem að maður er svolítið smeykur við í svona einmitt svona freistingar svona freistni vandanum við að nota gervigreind til að létta sér lífið og mikið að þú búir til hugsanarskuld þannig að þú ert ekki í raun og veru þú ert með einhver svona falska þekkinga öflun og þess vegna er svona hugtaki sko knowledge robustness sem er mjög ótrúlega áhugavert að það er semst eins og sálfræðingur eða lögfræðingur eða læknir eða í raun og veru bara hvað þjónustu sem þetta veita það er einhver kjarni í þessu starfi sem að þú þarf að vera óbúslega robust vegna þess að þú þarf bara að geta staðið frammi fyrir honum í næstu hvað aðstæðan sem er sko. Og eins og þú getur lent í þessu bara í fjölskylduboði eða þetta er einhvers konar þá er skyndilega kallaðu til að því að kemur eitthvað þá þarf þú bara að geta verið sálfræðingur og þú þarf að holdgera hlutverkið. Algjörlega og þetta getur verið einmitt eins og segir, þetta getur verið í fjölskylduboði, þetta getur verið og það er þannig að menn þú veist það sjálfur, ef þú ert á vettvangi þar sem einhver fara aðsvif, þá ert þú í stöðu til að bregðast við miklu hraðar og betur heldur en ég og af því þú veist það, þá tekur stjórn í þeim aðstæðum, þú ert líka þjálfaður í að stjórna vettvangi þannig að þú kannt það. Og sálfræðingurinn, sko, hún er ekki eins dramatísk, þetta er ekki svona bráða aðstæður að jafna því, það getur verið, en það er miklu sjaldnar. Þannig við fáum frekar símtöl þar sem einhver hefur áhyggjur af krakkanum sínum eða makanum eða einhverjum ættingja og þá er þetta einmitt svona, mér finnst þú vera að tala bara svona kjarnan í því að hafa lært eitthvað vel. Já, þetta er það. Já, og sá kjarni að þau veru líka að tala hérna sko svona þetta sem á útlensku heitir Human Computer Interaction, samspil manns og tölvutækni og ég skil alveg þegar leikmaður segir hvað er hann að vilja upp á dekk, ég hefði alveg getað að googla þetta af því að það er hægt að googla þetta en munurinn þá á sálfræðingi og leikmanni sem að googlar sálfræðilegt hugtak er sá að ég veit hvað af því sem ég fæ upp er vitleysa og hvað ekki, en hættan við hinn, sem er þá sama hætta og með málíkanið, er að hann ger ekki greinamun á góðum upplýsingum og lélegum.
og reyndar hefur mállíkani pínu forskot þar á leikmannin af því að við þekkjum það að slá einhverjinn í leitarvél og á forsíðun að koma 10 tillögur og nú það væri gaman að rannsaka, ég veit það hefur potið verið gert en ég hef ekki séð niðurstöðunar það væri gaman að rannsaka hversu margir fletta á síðu 2 þegar þeir Google eitthvað, eða 3 þannig að þú veist, þú velur úr fyrstu 10 af þeim eru 2-3 kostaðar og restin er sennilega ítruð af einhverju snillingi sem kann að leitarvél að besta þannig að það er engin raunverulega trygging fyrir gæðum á meðan að sko mállíkan sem fengi hefur þjálfun tekur, þú veist gamli brandarinn hérna það, þú veist, þegar maður leggur frá sér síman og einhver segir, hvað, ertu búið með internetið? Já. Hann fær alveg nýja merkingu af því að mállíkanið servera garðurinn sem er á bakviða les internetið á hverjum degi til enda, já, og internetið frá upphafi, sko, sem er svo merkilegt og hérna, en þetta nefnilega finnst mér, sko, nefnilega mjög áhugavert vegna þess að það sem að mér hefur sko fundist svolítið vera trend eða svona færist í áttuna, við erum að leggja rosalega mikla áherslu á tæknilega kunnáttu og tæknilega færni stemgreinarnar og annars líkt og við höfum verið að íta okkur í áttuna því að búa sko, og Catherine Hayles skrifar bók 1999 sem heitir Becoming Post-Human sem er svona hvernig maðurinn og tölvurnar er að sko samþættast vegna þess að við verðum að gangast við því og það er bara raunveruleiki og ég segi það eins og til dæmis í minni forritun og minni vinnu sú þekking og sú færni er algjörlega háð kerfinu. Ég gæti ekki sko gert það sem ég var að gera á þess að ég hefði kerfið en eins og þú veist þá hefur maður þjálfast í öðrum maður komið með þekkingu annar stað sem hefur nýst mann óbúrslega vel, kerfishugsun og annað og þjálfa sig upp í öðrum en aftur á móti þú veist þá verði ég að gangast við því að mjög margt af því sem ég er að gera í því spacei er háð kerfum og þess vegna er eins og ég segi við tölvunarfræðinga og aðra sem eru kannski eitthvað smeykir við störfin sín og fólk sem auðvitað verða breytingar á störfum, það verða umbreytingar á störfum og óþægilegar fyrir marga en aftur á móti þeir sem er svona held ég allavega átta sig á þessum mennska kjarna sem þarf að þjálfa líka og svona þjálfa markvisst alveg eins og fórst að mennst og fótboltan á þetta er ekkert öðruvísi heldur en bara að byggja sér upp færni til þess að geta verið í einhverjum aðstæðum sama hverjar þær eru að þá svona allan vonast til þess að og maður er svona horfa upp á það því miður ekki takast hansi við að stíga í burtu frá tækninni og þess að við vorum að tala um þess að fullkomnu sjálfvirkni veðingu þar sem væri þetta sjálfvirkni veða vegna þess að við finnst í stundu vera alltaf spara okkur allt, það var bara einhvern veginn að nota gervigreind í allt í staðis að finna nákvæmlega hvað það er sem að á að sjálfvirkni veða til þess að gefa okkur tíma fyrir það sem þá skiptir. Já, og sko klárlega og svo líka sko það sem við klikkum alveg á er að pæli af hverju horfum við á þetta en ekki þetta þegar við segjum, ég ætla sjálfvirkni veða þetta en engan á sjálfvirkni veða þetta. Það ræðist svo mikið af sko forsendurnar fyrir valinu eru mannlegar og í þeim eru alls konar bæjasar og fordómar. Til dæmis, svo ég komi að því aftur sem ég sagði áðan, sko, af hverju ég lagðist í það að pæli í mállíkunum og meðferð. Það er þarna einhver rödd í Facebook-hópi sem að segir að þessu svo dýrt að fara til sálfræðings og GPT sé alveg eins gott. Aðgengi að sálfræðimeðferð er ekki gott. Nei. Af því að það eru bara örfáir sálfræðingar á samningi við sjúkratryggingar og sá samningur nær bara til afmarkaðra fáeina meðferða, það er fullt af öðrum kvillum, andlegum sem að sjúkratryggingar niðurgreiða ekki meðferð við. Mönnun á geðdeildunum, mönnun á heilsugæslunni, þar vantar ennþá sálfræðingar, það er alls það langur biðlisti. Þannig að það, sko, ef að
sjúkratryggingar, ef allir starfandi sálfræðingar væru á samningi, þannig að þú gæti labbað inn og bara fengið tími næstu viku og hann væri gjaldfrjáls eða því sem næst, þá væri umræðan þetta ekki, sko kannski þessi umræða aldrei fara af stað. Nei. Þannig að sko umræðan það hvar við viljum keyra á tækninu og beita tækninu, hún aldrei úr tengslum við, þú veist, kerfið sem að við byggum til. Þannig að sko en í því samhengi þá finnst mér líka gríðarlega spennandi að velta fyrir mér hverjir eru nýjungagjarnir og hverjir eru forvitnir, og nú ætla ég að segja hlut sem að ég ekkert viss að ég gæti staðið við, en þetta svona tilfinning, svona ónota tilfinning sem ég hef, að það alveg fólk sem að skeptísk á heilbrigðiskerfið og bæði lækna og sálfræðinga og lyf og allt. Og einhvern veginn hef ég stundum fengið á tilfinningana, svona þegar maður áhorfandi að samtali á internetinu, af því að þetta samtal hér, ef það ekki verið að taka upp, þá myndi það bara falli gleymskunandi á. En það stafræna fótsporið eftir, og það eins með öll samskiptin á Facebook. Þannig stundum sko, þegar maður sér svona skeptíkera þar, þá finnst mér svo áhugavert að stundum það sama fólkið og kannski bara mjög áfram það að nota óreind tól eins og málíkan til meðferðar. Þessi þversögn finnst mér svo merkileg. Já, og ég get alveg tekið undir það, og ég, sko, samfélagsmiðla fótspor mitt mjög grunnt og ég reyni svona eftir fremsta megni að ég ekki neinum einhvern svona hópum. Ég sé stundum maður sé stundum bara fréttir af svona, og einmitt maður hugsa, sko, þetta myndi, sko, ef við bara ert á kaffihúsi eða eitthvað og fólk að tala saman og eitthvað svona, það bara ekki, þetta svo fjarrið í að vera einhvers konar mennsk samskipti, vegna þess að það þessi eins og við að tala um á tilraunina, sko, það svo langt á milli, að þú leifir einhvern veginn bara að koma fram allt öðruvísi í tengslum við fólk í gegnum tölvu, vegna þess að þú upplifir einhverja fjarlægð sem að veri þig, en aftur á móti, sko, þú veist, þá kannski að kjarna, þú veist, ekki að kjarna, en kannski að vangaveltum mínum og kannski helstu vangaveltunum varðandi, ef við tökum bara sálfræðina, þú veist, hún alltaf sálfræðin ekki rétt svona skilja hjá mér, að í stærstum hluta þá byggir hún annars vegar frá þessi sálgreiningu eða þessi psykoanalýsu sem kemur frá Jung og svo þessari frá Freud. Þetta ekki svona tveir skólar? Sko, sálgreiningin bara afmarkaður hluti og raunverulega algjör minnihluti innan sálfræðinar. Og meðferð til þetta sem að beitt á Íslandi í dag. Sálgreining, það fólk sem beitir sálgreiningu, bæði sálfræðingar og geðlæknar, en það í minnihluta. Það sem að í örstuttu máli þá sko sálfræði sem slík tiltölu ung grein sem vísindagrein. Það gjarnan talað um 1890 sem upphafsár sálfræðinar, þegar það kemur út gagnmerkt rit frá James Watson, og það eins gott ég fari rétt með núna, nú finnst þetta tekið upp. En hún byggir samt á, þú veist, sálfræði svona sprettur úr höfði heimspekinnar. Og svo kemur atferlishyggja og kannski framan af síðustu öld alls ekki langt á milli geðlæknisfræði og sálfræði. Og í hugmyndafræðinni ég vilja svona skilja sögu sálfræðinar þannig að þessi pendúll, og þessi pendúll gengur frá svona humanískri hefð og psykoanalýsinni þeim megin og yfir í atferlishyggju og svo fram og tilbaka. Og atferlishyggjan, hún nær sér á flug svona upp úr seinna stríði, þar nú að tala um menn eins og Skinner og aðra sem að og svo á 7. áratugnum, nú man ég ekki nákvæmlega hvenær kemur út frumritið sem heitir bara hugræn meðferð, cognitive therapy, eftir Aaron Beck og svo bara örfáum ára seinna þá renna svolítið saman
þú ert alltaf með psykoanalýsuna og hún miklu stærri við erlendis heldur en Íslandi, svo ertu með atferlishyggjuna og þú ert með hugrænu meðferðina og það með fleiri skóla, það margir skólar, existentialísk meðferð og alls konar. En 1970 eitthvað, þá renna pínu saman atferlisnálgunin og svo hugræna í hugræna atferlismeðferð. Og hann Beck sem ég nefndi, hann var þjálfaður í psykoanalítískri meðferð, psykodynamiskri og nema hann raunverulega lýsir sínu ferðalagi sjálfur þannig að hún fannst þetta ekkert alveg vera virka nægilega vel og hann uppgötar þetta konsept sjálfvirka neikvæðar hugsanir sem í rauninni í örstuttu máli eins og tökum bara kóngulóarfælni að þá óraunhæfur ótti við kóngulær að þá að baki því sjálfvirk neikvæð hugsun sem þú tekur ekki endilega eftir sem þá bara kónguló hættuleg, kónguló hræðileg þannig að þú sér kónguló og þú hugsaðir þetta án þess að taka eftir í, sjálfvirk neikvæð hugsun og upplifir óttan og forðar þér og þá upplifir létti og þá orðin til vítarhingur. Þannig að við erum alltaf að horfa á þessa sjálfvirku hugsanir og finna þær og greina og stundum það gert bara með ágiskun og svo búið til módel og látið reyna á það. Þannig að það raunverulega svona meginstraumurinn í sálfræði þarna í dag. Í meðferð, síðan bara ef að sálfræðins í vísindagrein alveg svona, hérna, bara faðmurinn minn, 180 gráður, þá klínísk sálfræði bara einn geiri í því, kannski 15 gráður eða 30, ég veit ekki hvað hann ætti að vera stór, en eins og að því við talað Jörgen Pind hérna, hann var ekkert í klínískri sálfræði, hann var bara í rannsóknum og skynjun og málvísindum og sálfræðidildin hér við HA, þar til dæmis bara einn eða tveir sem eru sérfræðingar í klínískri sálfræði. Já. Svo próffræði, félagssálfræði, atferlisfræði, og svo framvegis. Já. Mér finnst mjög áhugavert að fylgjast með rannsóknum það var hjá Martin Langengigard sem framistöðu sálfræði. Það the quiet eye, þú getur fylgjast með augunum í fólki í einhverjum aðstæðum, hvað getur lesið út úr því. En ég myndist á líka þessa psychoanalytics eða sálgreiningu vegna þess að við erum að koma maður eftir nokkra vikur, Robert og Bukola sem sálfræðingur og Sikili, ég var hjá þeim daginn og þar hitti ég dóttur James Hillman sem var mikill hann var mikill kemur frá þessum Jung skóla og hún var mjög skemmtileg vegna þess að hún titlaði sjálfa sig pleasure activist og sextherapisti og það var mjög áhugavert vegna þess að hún flutti erindi sitt á ensku og það var túlkað af svona eldri virðulegri ítalskri konu og orðin sem hún þurfti að þýða voru mjög beinskeitt en hún mitt var að segja hún að vinna með í þessum skóla sem að pabbi sinn var í þessari psykoterapíu og þá í gegnum kynlíf og ég var svona að því einhvern veginn flóran erlendis í svona andlegri heilsurækt og spiritualisma alveg 360 gráður því þú getur farið alveg út í allt aðra þætti og einmitt þegar varst að minnast með kóngulóarfælina þá fór ég strax bara svona stóíska heimspeki þessi neikvæða sjálfsmynd en það sem við erum að ræða að þessar vangaveltur sem koma upp í kringum þessa tækni núna eru bara sömu spurningar og við höfum verið að glíma við sem mannkyn frá því að við eigum einhverja heimildir það, hver okkar tilgangur og svona hvaða hlutverki við viljum að gegna í þessu samfélagi og ég held að sálfræðin sé mjög áhugavert eins og ég held að ég vona að þú sért áttaði á því allavega, en ég ætla ekki að segja þér og áttaði því en ég held að þú sést samtalið með því að við erum að lifa alveg ofboðslega sögulega tíma bara í mannkynssögunum vegna þess að við erum að ganga í gegnum og ég held einhvern veginn að það verður miklu meira tengdara svona í sögu þegar það framlíða tímar að
tölvan 1990 segjum það eitthvað svona, þú veist, þannig til dagsins í dag, þetta verður einhvern veginn bara svona allt strömminulagað í eitthvað svona eina samfellu og ég held að það sé svona miklu svona góðsend tíð fyrir einhvers konar rannsóknir akkurat núna á viðbrögðum okkar sem tegund við því að fara að eiga samskipti við tölvur sem að svara okkur á okkar einn tungumálinn eru samt algjörlega alien, sko. Já, ég bara, þarna kemur hún pínu tómum kofum hjá mér, sko, varðandi rannsóknir á þessu, sko. En, veist, ég þekki það ekki mikið. Ég held að það séu bara ekki til. Nei, sko, að við vorum að tala um sko, ritrinn tímarit áðan, þá mér minnir það heita bara Human-Computer Interaction. Það búið að vera til nokkuð lengi og það auðvitað tímarit sem að nánast sko byrjar á því að fjalla bara það hvernig þú hannar mús fyrir og þróast svo þetta bara með tækninni í það hvernig innihald tímaritsins þróast með tækninni þessum að þarf að svona það sem þarf að ávarpa hverju sinni. Það sem að mér finnst og nú tala ég bara út frá mér og ekkert eitthvað sem sálfræðingur og alls ekki sem fræðimaður, það ég það ekki að sko ég held að eins og mállíkön eru í dag og eins og þjarkar eru í dag þá held ég alveg að þetta sé tækni sem að flest fólk muni ná tökum á og greina sko hvar endimörk kerfisins liggja. Hið heilaga gral í Sílikondalnum sem náttúrulega svolítið bara eins og dalur konungana að verða, en ég vona að þetta verði ekki allt saman grafísið þarna á endanum, að sko það gervigreind með sjálfsvitund, sentient gervigreind, mállíkan. Ef við komumst þangað, þá allt í uppnámi. Af því að sko nú nýverið sko talandi það að sálfræðin sé ekkert óviðkomandi þá á loftslagsdeginum var hann ekki bara haldinn í gær. Gott ef ekki, já. Þar var einmitt félagssálfræðingur með langt erindi sko framlag félagssálfræði til þeirra áskoranir sem stöndu fram yfir loftslagsmálum sem þó þetta bara að fá fólk til þess að draga neyslu. Já. Og af því að sko segjum nú bara að framtíðarsýnin í hvað myndi 2001 Space Odyssey já. Sem hún ræðst og okkur verið stýrt af einhverju superkompjúter núna myndi gervigreind með sjálfsvitund treysta mannkyninu fyrir jörðinni við núverandi aðstæður. Þetta svona dýpdæfið sem að ég veltist undir fyrir mér þegar að mér leiðist að því að sko aftur, ég held að það sem að við höfum aðganga núna í mállíkonu hvort sem það GPT-4 eða 5 eða einhverjar aðrar útgáfur af mállíkonum ég held að það sé ekkert endilega svo flókið að ná tökum og nýta þetta. Ég miklu forvitnari það hvað gerist ef að eins og Sam Altman að spá núna að við verðum komið með gervigreind með sjálfsvitund fyrir 2030? Já, ég fer sjaldan inn á þessar slóðir en ég viðurkenni það, ég velti þessu mikið fyrir mér og ég sendi hann að hlekka á bókina sem að koma út í september eftir Eliezer Yudkowsky sem að heitir því einfalda nafni If anyone builds it, everyone dies. Akkurat út af þessu vandamáli við ofurgreind og ég svona rólegri yfir því vegna þess að ofurgreind verður ekki byggð á þessum arkitektúr sem að tauganetin eða sem að mállíkönin sem við erum að vinna með núna verða byggð á. Það bara einfaldlega vegna þess að þau eru bara of takmörkuð, sko físískt takmörkuð, að það þarf að finna upp eitthvað nýtt. En menn að reyna og meðal annars hann einn af svona forsprökkunum hjá OpenAI sem að heitir hann heitir Ilya Sutskever sem hætti hjá OpenAI og hjá fyrirtæki sem heitir held ég Safe Superintelligence sem mjög mikið svona þversögn vegna þess að
það bara einhver hugtak sem ekki til, að þeir fengu sko $1 billion held ég virðismat bara leið en það ekkert frá þeim sko, þeir eru bara og það akkurat þetta alignment vandamál sko, þegar hún fyrir á stað þegar hún áttar sig á því sko að hún horfir ekki bara á okkur sem einhvers konar húsflugur sko, að það var einhvern veginn búið að girða fyrir hana þannig að hún verði ekki bara fjandsamleg manninum og þarna líka kemur eins og ég hef verið að kannski skrifa hjá akureyri.net og aðeins að fjalla svona í erindum sem ég hef verið að tala er það að sko skilin á milli GPT og þessar tækni sem við erum að eiga við í dag og þessar sko óljósu hugmynda framtíðar ofurgreind kannski eins og munurinn á sko að þú veist það er alveg ofboðslega langt á milli sko, eru nú einhverju jafnvel segja sko þetta sé svona að geta ferðast á ljóshraða sko, þessi jafn Já, ég held alveg sér rétt, af því að sko þú tekur bara mannlega greind og berða hana saman við gerfugreindan sem hún stödd í dag að þá sko mannsögurinn býsna merkilegt fyrirbæri og getur sko og það þessi svona uppfinningasemi eða sko frumleiki sem að raunverulega engum hefur tekist að líka eftir og þú veist, við sjáum stundum svona einhverja ofurfréttir sem að einhver unglingur fann upp eitthvað efni eða eins og kallinn sem fann upp teflon í bara eldhúsinu heima á sér eitthvað svona sko að af því að þarna líka hæfileikinn sko til þess að þekkja reglur en brjóta þær. Já. Þannig að, já, við erum ekkert komið þangað held ég með núverandi líkun af því að þau bara eru þannig byggð eins og þú segir en svona þetta ef ég í stuði þá þetta sko af því að þú varst nú að nefna áðan sko aldurinn á okkur og ég nógu gamall til þess að sko hafa náði í restina af svona þessum existentialíska ótta barna við kjarnorkustyrjöld. Já. Að þetta hefur tekið við. Ég ekki sérstaklega áhyggjufullur yfir kjarnorkustyrjöld og veturinn sem fylgdi en mér finnst eiginlega svona finnst þetta þessi dystopíska sýn stjórnlausa gervigreind dálítið. Þetta ekki að fara að gerast en það samt í og með verið að spáði að þetta muni gerast. Já, og ástæðan kannski fyrir því ég hef lítið verið að fjalla þetta einfaldlega vegna svo að ég held að áskorarnar sem við erum að glíma við einfalda af þessari tækni sem aðgengilega núna eru eiginlega alveg nóg sko. Ef maður ætlar að takast á við hitt í leiðinni sko, þá finnst mér maður verið svolítið að blanda saman tveimur mjög ólíkum pólum og þetta meðal hans hann prófessor á Háskólanum í Reykjavík og það var ráðstefnu í Reykjavík daginn sem ég langaði nú að fara á og ég var eftir þetta við svo Dr. Ara Kristín, akkurat með þess að sko, þegar maður varð meðvitaður takmarkanir þessara tækni að það er að fara ofboðslega langt með þessa tækni að láta hana líta út fyrir að vera sentient. En hún er hermun. Hún er hermun og ein leiðin til þess að sko, þetta svona, því ég get sagt þetta í útsendingu að þau verum að ræða tveir sko, að eitt sem ég gerir stundum til dæmis það að ég pynta málikunnin. Ekki þá með sko hvað maður segja þetta ákveðið svona sem ég geri eða alltaf það kemur út nýtt líkan að þá ég dónalegur við það og reynir bara að vera þú veist bara hvað ég segja augraði í svolítið og reyna sko fá það til þess að vera og þau geta brugðist og þeim lengra sem samtali verður þeim sko óljósari verða grunnfyrirmæli þess og þau verða oft svona fara að svara manni mjög sérstaklega og það er til alls konar dæmi þetta á internetinu þegar þau fara og þá einhvern veginn lendur maður líka því greina á milli sko, það dottið í bara eitthvað svona roleplay eða ég bara búin að fá það til þess að ég bara búin að særa upp einhvern illan anda í því en
aftur á móti, svo getur bara sagt við nú ætlar bara að vera grínisti og skemmtilegur og þá bara verður það allt í einu, þú veist, það gleymir reynslunum leið og byður það að það gleymir það, en ef ég myndi gera þetta við þig, þú myndi bara hætta að tala um mig og labba í burt og svo næst ég myndi hitta það, þá myndir þú bara líta undan, sko. Já, þetta bara, en þú veist, þetta sýnir þá líka bara að þetta bara það sem þetta tækni, en af því hún svo ný og af því hún svo merkilega góð samt, ég held að það hljóta að einhver leita skýra það hvers vegna til dæmis það engin trúveruleika vandi eins og við höfum verið að ræða, við komum alltaf aftur á þessum punkti þegar fólk leitar til mállíkans hjálp. Já. En en aftur eins og ég sagði áðan, þetta aldrei í tómarúmi, þú veist, umræðinu sjálfvirka meðferð verður til í umhverfi það sem skortur á meðferð. Það að fólki í veikri stöðu sjáu sig knúið, ég veit ekki hvort það sé sig knúið beinleiðis, en sjáu það svona sem annarkvæmt augljósustu leiðina eða þægilegustu, þú sem að veggurinn lægstur, að gera tölvuna sína, af því að það sem á móti þér, það skjárinn og lyklaborðið, gera tölvunni sinna að trúnaðamann eða konfidant, það út af fyrir sig bara mjög dapurlegt að fólk eigi ekki í þannig samböndum við annað fólk að það verði að leita þangað og það tengist að þú kannski svona létum þann enda bara sleftum honum aðeins og að tala á þann kulnun og álag. Já. Að þú veist, við ræðum þetta stundum, þú veist, ég og kona mín og svona vina hjón og þú veist, aftur svo ég vísi nú í það sem maður mann þegar maður krakki, það var alltaf einhverja vinkonum og svona drop-in, kaffi. Já. Það hringdi enginn undan sér. Nei. Og og þá var bara, þú veist, grár skífusíminn á gangi og og bara einhvern tíma var pabbi búinn að fá leið á því, þá bara keypti hann úgeðslega langa snúru, þannig að það var 15 metra löng snúra á símanum heima, þannig að það var að labba með hann allt hús og Já. En hann var samt ekkert mikið notaður. Fólk bara kom og það var spontant og það var gaman og svo kjaftað og svo bara farið. Af einhverjum ástæðum þá gerir fólk þetta ekki í dag. Það gerir boð undan sér með löngu fyrirvara og þá ákveðin hætta á því líka að þegar átt vonu einhverjum þá miklir það fyrir þér. Þá þú veist, þá þessi nánd og ánægjan að við að vera annarri manneskju, þá hún líka, þú veist, þá fylgir henni líka fyrir hann. Þú veist, pælingi með kulnun. Já. Að öllu þessu fylgi álag, af því að ég get náttúrulega, ef ég veit að þú ert að koma eftir, ætlar að hitta mig á sunnudaginn, og núna 50dagur, og gaman á Magga og Ástrós í heimsókn. En það má ekki vera þvottur frammi og ég verið að vera búin að ryksuga og hundurinn getur ekki stinkað, veist, þannig að líka eitthvað svona bara sem tengist gervigreind í sjálfur sér ekki neitt eða því hvað við erum mikið í tölvu við daginn að við slökum bara virðist vera ekki mjög mikið á gagnvart alls konar kröfum sem eru flestar sennilega ákveðna svona sýndar kröfur en tengingin þá við að þegar við erum að tala svona gervigreind og tölvur og tækni og kulnun, tengingin þarinn að það virðist vera á nánast öllum vettvangi mjög vaxandi kröfur og til að koma okkur aftur inn á akreina sem við erum á að það eins og þegar við vorum að tala um nú man ekki hvort það búið íta á upptöku þegar við vorum að tala um vöruhúsin hjá Amazon sem stýrt af Nei, ég held að við vorum ekki komin upptöku þá þegar kom reikniritinn sem eru verkstjórar. Já, sem svona kannski ítrasta dæmið um álag en punktur minn þá eiginlega þessi því miður þá þurfum við ekki reiknirit til þess að skapa okkur álag. Við getum gert það sjálf. Við getum, já.
og erum alveg fullfær það greinilega. Og þarna held ég líka, sko, ég man ekki, við vorum kannski búin að ræða hérna eitthvað aðeins áðan með það að, sko, við tökum alltaf teknis fagnandi og gervigreindin við byrjum að nota hana í vinnun okkar og framleiðin okkar stóreykst. Við finnum engin muni því í mánaðamót, sko. Við bara byggjum okkur upp meiri streitu og ég nefnilega held að það sem við varst að segja áðan og ég held að þetta sé nefnilega ekki, við séum ekki að hengja okkur í einhverja nostalgíu fyrir fortíðinni, vegna þess að það var fullt af hlutum í fortíðinni sem voru bara alls ekkert góðir. En aftur á móti, sko, þá held ég að, sko, fíkn okkar í framleiðin og skilvirkni sem einhver svona, held ég, bara mannleg hvöt. Bara ef við getum gert eitthvað hraðar og betur, þá bara einhvern veginn sækjust við í það. Að við séum bara komin akkurat núna á svona stað þar sem að geta okkar til þess að vera með ofboðslega framleiðni og alveg ofboðslega skilvirk. Einhvern veginn orðin þannig að við erum búin að, sko, straumlínulega allt svo mikið að einmitt að bara það að, sko, skipulaði okkar sér svo þétt að bara ef þú ætlar að koma á sunnudaginn þá þarf ég bara að fara að setja þetta í tölvuna og bara Pétur að koma hérna, það er að googla hann, ég þarf að vera búin að nokkurnu að vissum það hvernig setteríkin og akkurat það má ekki vera þvottur, þú mátt ekki komin á, sko, að komin á heimili sem er bara í vestmiðan sem heimilið er, sko, eins og það er svona dagstaglega, sko. Já, sko, þetta er ég er ekkert endilega sammálaði að það sé eitthvað svona mannlegt ástand að vilja meiri framleiðni en sko það er klárlega samfélagið sem við búum í og þetta er alveg svona maður setur eitt samband við hugmyndafræði einhverja að mér finnst ég þurfa að gera það ef ég hafnaði að þetta sé eitthvað svona grunn ástand þá er þetta samt sko þetta er alveg svona ofboðslega markaðsdrifið. Þú ert ekki frambærilegur á vinnumarkaði nema þú sért búin að ítra alla þína hæfileika og sért alltaf svona on point og að endur skapa sjálfan þig. Það er mikið álag og þetta hefur nú aðeins verið rannsakað og til að mynda sko sálfræðingar sem að vinna hjá VIRK starfsendurhæfingarsjóði. Já. Af því að það kemur svo mikið af tilvísunum þar inn þar sem að tilvísunar ástæðan er kulnun. Þannig að síðan er kulnun bara ákveðið hugtak í heilbrigðisfræði, læknisfræði og sálfræði sem að búið er að skilgreina reyndar aðeins svona menn ekki alveg sammála í öllum heiminum hvernig kulnun skuli skilgreind. Svíar eru pínu á öðrum annarri skoðun heldur en restin af svona Vesturlöndum. En það er kannski ekki aðalatri hér, heldur sú staðreynd að mikill munur á, sem sagt, fólki sem segist glíma við kulnun, tilvísunu þar sem tilvísandi lækni setur kulnun sem tilvísunarástæðu og svo í þriðja lagi þegar að vísindamenn VIRK fara grúndíkt í einkennin og til þess að ganga úr skuggum hvort að kulnun sé til staðar. Það er mikill munur á hugmyndum almennings kulnun og svo læknisfræðilega hugtakinu kulnun sem betur fyrir reynast miklu færri hafa kulnun heldur en telja sér búa við hana. En þeir sem telja sér búa við hana eru samt mjög þreyttir og streittir og allt það. Já, það er ekki verið að gera lítið úr þeirra á vanlíðan og einmitt. Þetta minnum við bara á umræðunum ofþjálfun. Já, og sko af því að einmitt, fólki sem er kannski með sjálfsgreinda kulnun er kannski dálítið í ofþjálfun af því að það slakar aldrei á. Og af hverju slakar aldrei á? Þú veist, það er gröfur. Þetta er minni pínu á þetta er svona saga sem gengur alltaf reglulega á internetinu. Þú veist, er einhver gæi, þú veist, ríkur gæi sem fyrir frí, kemur niður á strönd á Karabísku eyjunni og hittir fiskimann sem að liggur bara í liti og hann sagði, hvað er þetta hér? Hvað er þetta ekki að gera eitthvað? Ég er bara búin að róa í dag, búin að selja fiskinn. Og ríkigæinn segir bara, já, hverju fer ekki aftur? Hann er í 2 róðra, græðir meiri pening og hinn bara af hverju? Já, getur keypt þér annan bát. Já, af hverju? Og þetta verður svona af hverju samtal, það sem að, þú veist, vestræna hugsunin að stækka og alltaf þetta, þú græðir meiri pening. Og svo spyr hann, og þú veist, í gegnum eitthvað langt samtal og svo kemur af hverju ætti ég vilja alla þessi peninga?
nú svo getur sest í helgan stein og slappa af. Já, þú segir þetta með manni sem liggur á ströndinni. Ég að slappa af. Þannig að hérna, en þetta bara margslungið og hefur umverulega ekkert með tæknina sem slíka að gera, heldur að mínum mati miklu frekar hvað nóg, hvað finnst mér vera nóg, og að því að við tengjum svona sem betur vera ekki bara gegnum þetta flugslys. Nei. Við hjólum stundum saman, eða höfum gert það er langt síðan síðast, og við höfum líka rent okkur á snjóbretti saman. Þannig að við erum ágætis dæmi menn sem þurfa að eiga allt draslið. Já. Og það er ekki bara það að það kosti að kaupa það og halda þið við. Það er líka geymslu fyrir þetta. Já. Þannig að sko, við reisum okkur held ég mjög oft hurðar á sem öxl með bara neyslu. Já, og ég sé vel svona meðvitaður það í seinni tíð, en aftur á móti sko, þá held ég að búnaðurinn okkar búið það að vera rispaður af notkun, og ég nú sagt við sagði vinn minn sem var þyrluskíðagæt, það var ríka fólki, og ég sagði sko, hann sagði, þið áttuðu ykkur því að það kemur fólk og borgar sko milljónir fyrir það að þykjast vera við í viku, þegar við erum ykkur staðar á fjöllum að leika okkur, og þannig að maður er svona, ég oft svona, hvað maður er mjög þakkláttur fyrir það, svona einhvern veginn hvernig maður hefur tekist að koma sér fyrir, en ég nefnilega held að við séum orðin svona sammála það, og kannski það sem þessi þættir eru ofta einhvern veginn er það að reyna að stýra umræðinu svolítið frá því að einblína eingöngu á tæknina, og falla í þá gryfju að sko horfa á gervigreind sem þessa öru þróun þessara málíkana og sko þröngvað aðgengi, vegna þess að þú veist social normið er að þú ert með snjallsíma, og ef þú ert ekki með snjallsíma þá ertu bara eitthvað skrítinn, og hann uppfærist og þá er komin eitthvað gervigreind í hann og eitthvað svona, og að það er ekki sko vandamálið er einhvern veginn hvernig okkar samband við tæknina er að fara illa með okkur, og ég finn bara fyrir þessu sjálfur, og ég bara nokkur sinnum svona í gegnum þessi ár sem ég verið að brasi þessar tækni, þá hef ég bara fundið fyrir svona hvað ég segja, þú veist, ég bara þurfti að aftengja mig algjörlega og reyni að gera það bara mjög reglulega, og ég var bara að tala með Ástrós í gær, sko, að þú veist hvað maður fyrir átt í sund, og sund er bara svona skjálaus tíma, þess vegna finnst mér sundlega Akureyrar ætti að taka niður en að skjá í sundlauginni, bara þetta ætti bara að vera skjálaust rými. Klukkurnar analóg klukkur, en aftur á móti þá kemur þetta líka að stjórnendur fyrirtækja stofnana og mannauðsstjórnun, og ég var svo gaman nefnilega í upphafi eiginlega af þessu öllu saman, þá hitt ég mannauðsstjóra hjá stóri stofnun þá var hún mjög meðvituð, bara þetta verður rosalega áskorun fyrir okkur mannauðsstjórana að halda fólki bara, þú veist, að nóg álag nú þegar, sko. Já, og svo þetta líka, sko, sem betur fyrir er svona social norm á Íslandi ekki eins og, þú veist, í Bandaríkjunum eða Kína. Það sem að svona þekkiru konseptið 996 í vinnu. Já, sem að þú vinnur frá 9 til 9 í 6 daga. Já, það er Kína. Já, það er Kína, og við erum ekki þar og ætlum ekki að vera þar, en þar að þið, sko, áðan nefndi ég þetta, sko, með að hugmyndur okkar sko úrbætur í sálfræðimeðferð, sko, miðast svolítið við það aðgengi er ekki gott, og af því að bara mállíkunni eru ofarlega á baugi, þá er hort á þau í staðin fyrir bara að setja peningi að bæta aðgengi að sálfræðimeðferð. Í Kína býr svo margt fólk að sko það er svo mikið offramboð af fólki á meðan að við erum svo fá hér, og Ísland eru fáir sérfræðingar, þannig að sko vogstangaraflið sem sérfræðingurinn hefur á vinnumarkaðnum er svo gera ólíkt. Við höfum, og sérstaklega svona sérvitringar eins og við sem að viljum búa út á landi, þar við njótum þess að þar eru færri sérfræðingar. Ef þú býrð í stóru borgarkjarna í landi eins og Kína eða Japan, þá hefur engan slíkan
sko svona leverage eða vókstangarafl til þess að þú þarft bara að gangast inn í þann kúltúr sem þar er. Já. Tengist þessu kannski ekki alveg lóðbeint en hérna þetta samt sko menningin sem fyrir hún hefur samt sem áður eitthvað að segja. Ég reyndar að því sögðu sko að þau erum alltaf að tala sko þetta alltaf einhver svona skref eða tröppur í tækniþróun. Ég man líka vel eftir í fyrsta skipti sem að vinnustæðurinn lét mig hafa fartölvu að þá fylgdi því alveg svona ósögð skilaboð en samt skýr skilaboð að með því skildi vera hægt að senda mér tölvupóst alltaf og ég ætti að svara honum. Já. Það þetta sem þessi mannustjóri að tala um að gera svona, búa til eitthvað svona digital free frá vinnunni. Það alveg rétt og það mjög mikilvægt og ég veit ekki sko, ef við hugsaum aftur snjalltækin okkar nú ég nú bara með fjölskyldumeðlum í þessu okkur þessar vikurnar í hvað fer tíminn þar sem þú ert með tækið í höndunum og þá orðið svona stafræn heilsa þú getur séð nákvæmlega hvort margar mínútur í hverju appi í símanum og þá kemur það svo svart á hvítu í hvað tíminn fer og það ekkert mörg ár sem þetta bættist við stýrikerfi farsíma og það bara að kröfu fólk sem að ræða hlutinu sem við erum að gera hér það að þetta svona þá svarti kassin í símanum og mjög mikilvægur sem slíkur bara ekki spurning en ég held í alvörunni ég alveg búin að segja alls konar hluti þarna sem eru mjög svona dystopískir og svartsýnir og til dæmis alveg eftir að ávarpa nýtt áhugamál hjá mér sem hérna dead internet kenningin að við bara tala við botta eins og á samfélagsmiðlum en hérna ég held samt að af því að fólk er fólk og þarna einmitt með erindi sálfræðinar sálfræðin ánefnilega svör við flestu bara af því að hún rannsókn á mannlegu eðli og mannlegri breytni þá einhvers staðar svör og ef við berum gæfu til þess að hagnýta þau svör og það þarf ekki alltaf sálfræði til margt af þessu bara common sense en sko ég nota þetta mjög mikið gerði þegar ég var að vinna í viðtalsmeðferðum eins og bara með ungmennum og það bara mjög stór hluti ungmenna og því sem ungmenni þá kannski tala frá fermingu og fram til 30 sem koma til sálfræðingar sem að hafa svona ekki stjórn á sínu svona stafræna heimi og kannski 2 lykilatriði að það ekki skjátími sem slíkur sem vandamálið heldur það sem þú ert ekki að gera á meðan þú ert í skjánum. Já. Ef þú ert 6 tíma á dag í símanuðinum þá ertu ekki að æfa þig á hljóðfæri sem þú ert að læra á og þú ert ekki að læra heima, þú ert sem ungmenni og þú ert ekki í svona samtali. Nei. Þú ert að tala við krakkana á Snapchat og alls konar en það öðruvísi og þá hinn hlutin sem tengist því að þú getur verið í tölvuleik og það gaman. Já. En það toppar samt ekki borðspil. Nei. Þú veist, þannig að og ég svona nefna þetta og undir þessum svona formerkjum að sálfræðin eigi svarið að það þarf ekki alltaf að gjörbylta öllu og þarna kemur inn á, þú veist, bara svona hugmyndir eins og bara nudging og atomic habits og það að það vænlegra til árangus að fá fólk til að breyta litlu í einu heldur en að umbylta. Já. Og það ekkert öðruvísi með stafræna umhverfið heldur en eitthvað annað, þú veist. Og við þarf að selja einhverjum það að skipta út óæskilegri hegðun. Þá þarf ég, sko, þá salan, þá gengur hún út á það að leggja fram tillögu sem meira aðlaðandi. Og stundum þarf maður að gera þá tillögu meira aðlaðandi. Og svo við komum aftur á kóngulafælinni, það ekkert aðlaðandi við það að
halda á kónguló ef þú hefur fóbíu fyrir henni, Nei. en það aðlaðandi að fara í gegnum ferlið, þar sem það að halda á henni hlutaði seint í ferlinu, til þess að komast í berjamó, til þess að geta setið á þúfu án þess að vera hugfangin að því að það sé allt skríðandi í kóngulóm allt í kringu þig. Já, ég held að þetta bara fangar mjög vel það sem að, þú veist, það sem að ég einmitt reyni að koma fram og ítrykka alltaf það að sko tengsla okkur við tækni, eins og ég hef sagt, þessi toxíska tenging vegna þess að akkurat þess að þú segir, að hvað gerum við, hvernig ráðstöðum við tímanum, ef að tækni styttir tíman sem við þurfum að nota einhvern verkþátt, hvað gerum við tíman sem að sparast? Og það sem að við gerum, það sem okkur eðlislegt, ég ætla ekki að segja ykkur eðlislegt, heldur svona, það sem tískan núna það að auka við sig, bara bæta á við sig verklagi og einhver, þetta bók heitir Ritz Karlsgaard sem heitir Late Bloomers sem ég tengi mjög sterkt við, einhvern veginn eða svona, mér finnst bara svo óbúslega öflug að því að ég keypti náði mér í sambúl á Kindlinum og svo las ég sambúlið og panta hana svo bara strax ég var búin og vegna þess að í sambúlinu þá endar hann á því að tala við sálfræðing sem hjá Stanford háskóla sem var að tala við ungmenni og hún sagði sko, the optimism of youth it seems has been replaced with a crippling fear of failure. Og þetta bara svona, þú veist, þarna var ég með barni í öðrum bekk eða eitthvað og þetta var bara svo kildur í magan sko. Já, þetta tengist því sem við vorum aðeins ávarpa áðan sko, þessi hugmyndum að maður þurfa alltaf einhvern veginn að vera ítra og besta sjálfan sig. Þetta growth mindset sem okkur pínu selt. Já. Og ef við förum aftur á 8. áratuginn, þar sem að lífið var náttúrulega mjög einfalt og hérna mér að það til ódöðlegt lag með hljómsveit Ingimars Eydal það að Akureyringar þurfa ekki að sækja neitt út fyrir fjörðin að því að hér fékkst allt og ég átti Duffys buxur og Puffins skó og Dino úlpu og allt hétt þetta útlensku nöfnum að því að það hefði enginn keypt neitt ef það hefði staðið gefjun á því. En þetta var svona allt framleitt hér og hérna og lindu súkkulaðið og allt þetta sem horfið og svo sem skiptir ekki höfuðmáli. En fólk átti minna heldur en það á núna. Ef það var bíll á heimilinu þá var yfirleitt bara einn og mörg heimili sennilega bíllaus alveg framundi 1980. Þannig að sko ég held sko þetta hugarfara vaxtar growth mindset það, sko, af hverju það svona spennandi það sama einhver leiti neysluhyggja eins og bara með allt hitt sem við erum búin að tala á meðan að sko og í þessu innan þessa ramma þá ertu bara að glata einhverju að þú ferði í kaffi til að hanga. Af því þú þú ert ekki að læra eitthvað nýtt eða hérna að vaksa sem whatever. Og það sem kannski mér hefur þótt aukafylst í þessu, það hérna og svo komið einu svona við sitjum hér í háskóla og eins og allir hinn í háskólarnir, þá hefur einna vaxtarsprotunum verið alls konar nám með vinnu og þetta, til þess að ef þú ert kjurr, þá það ekki stöðnun heldur afturför, þá alltaf að vera að bæta einhverju við þig, master í mannustjórnun, master í þessu, master í hinu, fara í símöndun og endurmöndun og þetta bætist allt ofan og allt hitt. Og þetta og með krakkana og hérna þegar að sko einmitt leikgleði æskunnar skipt út fyrir óttan við að mistakast. Nú spyr ég þig bara beint, þú veist, æfður íþróttir strákur? Já. Já, hvað æfðurðu? Sko, ég æfði skíði, golf og júdó. Já. Og ég meina, þú veist, hvað voru margar júdóæfingar í viku? Ég maður ekki, ég var
ég held ég hef nú bara verið 8 eða 9 ára það því ég hætti í júdó. Ég varð samt Íslandsmeistari og á afrekspenning Akureyrarbæjar fyrir viðvikið. Ég var lengur á skíði, en bæði sko skíðin og golfið, það var bara mjög skýr ástæða fyrir hætti því vegna þess að skyndilega áttu íþróttur að hætti að vera skemmtilegur og þetta átti að fara að vera eitthvað afreks. Já. Ég nefnilega þekki þetta, sko bæði þetta með afreksstefnuna sem orka bara mjög tvímælis og öll íþróttarhreyfingin, sko sölupunkturinn gagnvart samfélaginu, sveitarfélögum, foreldrum öllum gamla umkomnæfélags hugsjónin heilbrigða sál í hraustum líkama, en svo bara eru krakkar mjög ungir, eru konið í afreksstarf og tíminn sem fyrir þetta orðið miklu meiri. Já. Að vera með krakki fótbolta, stelpurnar okkar voru saman í liði í sumar, 5 dagar í viku. Já. Til hvers? Okkur með að krakkar ekki leika sér meira, að því að sko, svo komu þau heim og þau kunni ekki að leika sér og það allir átni geðveikir á því að segja krakkanum, hefur farið og fyndu eitthvað að gera, að því að það búið að þau eru í skólanum til 2 og það allt skipulagt, svo kemur smá dauðutími og svo tónlistaskóli eða æfing eða þetta eða hitt og svo kemur okkur þessi pressa sem þú segir af afreksþjálfuninni og þetta er mjög af því að maður gerir svo margt þegar maður býr í litlum bæ og það sem er gott við að búa í litlum bæ er að sko svona afþreying og samfélags svona einhver svona lífsgæði að maður vill þau og þar maður svolítið að bara fara og búa þau til sjálfur. Já. Þú veist. Við byggum til, það eru sjálfboðaliðar sem að gerðu fyrstu hjólabrautin Hlíðarfjalli. Já. Og nú er það bara orðið hluti okkar lífsgæði. Nú er það bara iðnaður. Já, sem er bara gott. En af því að krakkarnir mín æfðu snjóbrauti, þá var ég í svona foreldraráði þar og svona, og þar sá ég þetta svo vel. Og alpagreinar á skíðum eru bara allt öðruvísi heldur en snjóbrauti, þar snýst allt sekundur, af því það er verið að keppi að komast hratt niður brautina. Já. Keppnin í snjóbrautunum er allt önnur, allt annars eðlis, og það var svo, en samt við erum á sömu brekkunum, að hlýja okkur höndunum inn í sama skálanum, en það verður svo ólíkt. Já, og ég hef náttúrulega verið í kringum andarshandaleikana og kringum skíðinu og þetta tension er alveg áþreifanlegt, sko. Já, svona hjá eldri krakkana, það eru þetta ekki til þessum yngri. Nei. En sko, þú veist, punkturinn minn kannski með því að tala um þetta er að við virðumst hafa tapað niður leikleiðinni. Já. Vá, ég held að það getur verið sko titillinn að þessu vegna þess að sko, og ég skrifaði einhvern tíðan það, ég man ekki hvort ég hef byrta það sko að því ég stóð sjálfum með þessu þegar ég var að hjóla, þá maður var sko svona strafa fíkil. Sko. Ég man eftir því þegar þú varst að hjóla og það var alltaf að vera að strafa. Ég var bara orðin sko, ég var orðin gagna vísindamaður á sjálfa mig sko, og svo þegar maður kom sko í göttuhjólræðnar var komið vattamæli og púlsmæli og eitthvað og maður bara hjóla inni og eitthvað og svo bara svona, þú veist, þarna þurfti ég bara einhvern veginn að fatta það og ég alls ekki fullkomn, maður langt frá því sko, en maður verður að reykja sig á að já, þarna fór ég nú það fór ég á forsi sko, en þetta var gaman að því þetta gaf mér eitthvað dópamin hitt að svona. Og þetta er gaman, en sko maður þarf að leyfa sér stundum að fara eitthvað en maður þarf líka að vita hvernig maður þarf að bakka. Já, algjörlega og þetta er kannski bara þannig kemur aftur að tækninni, þú varst á Strava og þú varst með góðan treynir og þú ert með vattamæli og þú ert með þetta allt saman og það er mjög skemmtilegt að horfa á þetta. En sko svo sem betur fyrir þá á maðurinn alltaf pendúllin sem ég talaði um í sálfræðinni, hann er allstaðar og pendúllin í þessu er eins og bara af því að í COVID fóru bókstaflega allir í fjallahlaup af því að það er svo gott að halda fjarlæðinni og hvernig gerði maður, maður fekk sér púlsmæli og þetta og ég keypti mér áskiptastrafa og fór löga í veginn eins og allir miðaldra menn gera í sjálfsmyndakrísinu sinni en í sumar sagði ég upp áskiptastrafa því ég bara sá það í mitt, ég þarf hann ekki. Nei. En sko nú er komið sko í hlaup
Evrópunum þá komið eitthvað hugtak sem ég rakst á netinu daginn sem naked running. Fólk ekki allsbert, það í fötum. Það í fötum. En það ekki með púlsmæli og það ekki með GPS-úr og það ekki með tónlist. Já. Naked þarna vísar í það að vera bara offline. Já. Út í náttúrunni. Og það á ekki að þurfa sálfræðing eða vísindamann til að segja að þetta sé betra. En það samt þannig og það tengist á aðeins inn í að þú veist, við erum búin að tala alls konar, þú veist, já, áðan, ég var að hugsaði mig til að tala þegar þú varst á Sikilegi að hlusta á hana sexterapista. Það alveg rétt sem hún sagði þá að erlendis svona ráðgjöf og meðferð orðið miklu svona útbreiddari og aðgengilegri og sérhæfðari heldur en hér heima. Ein af ástafanum kannski fyrir sérhæfingunni versus almennu nálgunni hér heima einfaldlega praktísk sem mannfæð. Í fámenni eins og Íslandi þá hefurðu kannski ekki efni á sem þerapisti að sérhæfa þig of og hefur bara einfaldlega ekki nú mikið að gera. Nei. Þannig að mjög margir sálfræðingar eru fyrir vikið ákveðni generalistar. En svo held ég líka, svo þetta feimni og að þú varst að tala um þetta topic, sexterapíu, en svo bara ýmis önnur samfélög í Evrópu og Bandaríkjunum, eða sem Norður-Ameríku, komin enn lengra en við í svona ákveðnum dekadens, eða það sem að fólk þarf alltaf að heyra allt frá sérfræðingi. Já. Það sem að trystið á eigin dómgreind einhvern veginn, af því að það bylur á þér alla daga einhver áráður og það alltaf eitthvað nýtt trend í gangi og núna það náttúrulega vítamíntrendin. Þú þarft að vera að éta einhverja steinkvoð úr Himalajafjöllum og þú þarft að vera bara einhverja 4 eða 5 mismunandi jurtir í belgjaformi, þú veist, ashwagandha og burnirót og ég veit ekki hvað þetta heitir allt. Dýrt piss. Pissið þau mjög dýrt. Já, einmitt. En reyndar, burnirót, artigrút, það rannsakað, það virkar. Sumt virkar, já, sumt virkar, algjörlega. En af því að sumt virkar, þá fær hitt allt svona legitimacy með því að vera sett með. Já. Og þarna gildir að treysta líka eigin dómgreind. Og það og ég held við séum bara nokkrum árum á eftir Evrópu í þessu. Þannig og við sjáum þetta á því, það rosalega margir sem ekki eru heilbrigðisstarfsmenn sem eru að bjóða alls konar terapíu, alls konar meðferð, segja ég get hjálpað með þetta, ég get hjálpað með hitt. Og allt miðar þetta að einhvern veginn finnst mér persónlega að því að grafa undan trausti fólks á eigin dómgreind og innsæi. Já, og þannig getur við næst í spóla alveg aftur og bak og farið aftur þar sem við byrjuðum á að spjalla henni upphafi akkurat ég segi eitthvað að leika með það hugmynd ef einhver spyrir mig hvað er að gera og ég segi ég horfi fyrst og fremst á mitt hlutverk hér sem verkefnastjóri, það að valda bladra og reyna eins og ég mögulega get að vera ekki fyrir því, vera ekki að ekki vera prófaðu þetta og prófaðu þetta og prófaðu þetta og gera þetta svona á hins einn, heldur að reyna þetta til prófaðu þetta, ef þú ert búin að prófa eitthvað, langar eitthvað að fá einhverja aðstoð eitthvað, en ég vil samt lágmarka það að ég sé að leggja inn of mikið fyrirfram ákveðið eða bara klippt og skori ekki og svo vel, hérna þetta heldur að innan háskóla samfélagsins þá vil ég trúi því að það sé mun betra að fá 20 ólíka einstaklinga til þess að nota tæknin á 20 ólíkan hátt og komast að því hvernig þeir geta nota fyrir sig og þar með ég einhverju leyti að treysta á þeirra dómgreind. Þetta tekur svolítið tíma en aftur á móti þá finnst mér ofboðslega gaman að hitta fólk sem bara eitthvað svona að uppgötva þetta og bara og svo
þetta fáránlega gott í þessu, þetta ömurlegt í þessu, eitthvað, já, nú ertu að berjast hérna inn í kassanum sem að þú ert að verða meðvitaður, þú ert að gangast í gegnum þetta vegna þess að sem alltaf þessi bara svona quick fix, þú bara spyrð GPT, sko. En aftur á móti þegar þú ert að nota þetta í, að þú að læra að treysta á einn dómgreind með því að reka þig á mistökin og þú ert að vera meðvitaður það og svona, þannig þú sérst ekki senda frá þér einhverju bölvað vitleysu, sko. En það er alveg grunnþekkingu og svo bara svona og þá aftur kemur því að sko við þurfum náttúrulega bara stóra auka einhvern veginn upplýsingarleysi í grunnskólum og framhaldsskólum og háskólum bara varandi það því að fólk mun nýta sér þetta eða líður illa að hafa einhverja dómgreind þess að hvenær ætla ég að leita mig til sálfræðings og ég myndi segja bara fara út að hálf nýs að segja sko að það geti reynt mjög á meðferðarsambandið ef að þú kemur til sálfræðings og hann myndi sko bara loka stöðinni sinni og segja já, nei, þú átt nú ekkert að vera ræðu þetta við GPT. Já, þetta samt ekki einu svona nýtt vandamál. Nei. Af því að sko það eru margar sögur sem, þú veist, þetta ekki skemmtisögur en þetta samt alveg, það hægt að brosa yfir því. Enn ein vísunin í það, við sitjum hér á Akureyri sem mjög fyndinn bær og minn heimabær og allt það en hér líka vagga spiritismans á Íslandi fyrir 100 árum, mjög öflugt svona sálarrannsóknarfélag og svona trú á ýmist svona alls konar sem við getum ekki útskýrt, svona handan heima, hún mjög rík hérna, hún það ennþá. Þannig ég hef alveg sem sálfræðingur fengið til mín fólk sem sko það sem þetta einfaldlega að loka tilraunin til að ná bata því að það búið að prófa allt hitt, það búið að fara á miðilsfund og uppúr þessu koma oft bara mjög skemmtileg samtöl og maður þarf bara að mæta því að fordóma leysi og auðvitað, þú veist, kannski ómeðvitað vandaði maður sig ennþá meira þó maður vandist alltaf til þess að sannaði fyrir einhverjum að sálfræðin með fyrir betri en að fara á miðilsfund en sko ástæðan fyrir að nefna þetta svo að þessi sko það bara til að benda á það að vandamálið trú á ólík úrræði það ekki nýtt. Nei. Og þetta sko það er einhver svona spenna ég ávarpaði þetta örlítið áðan þegar ég gaf í skyn eða þú veist lýsti þessum grun mínum það að það sé einhver liti sama fólki og vantristi sérfræðingum sem að notar mállíkan frekar en að hitta sálfræðing fyrir utan það ódýrara en þessi núningur eða þessi spenna þá á milli ákveðna vantrúr á sérfræðinga og svo hins vegar að hafa þá meiri trú á því sem að fyrir tíma mállíkana hefur verið kallað alþýðuskýringar og með neikvæðum formerkjum kerlingabækur hún hefur alltaf verið til staðar og svo þarf ekkert mikið út af að bregða, stundum mistekst meðferð, það næst ekki samband eða eitthvað, fólk hættir og við höfum alveg heyrt, þú veist því miður alveg svona bara, kemur eitthvað upp og fólk óanægt með sálfræðingi sinn og þá þá það líka vatn á myllu, þegar ef slík saga fyrir á kreik þá það vatn á myllu þessar spennu á milli þessa, sko, það bara við vitum að það ákveðin hópu fólk sem að tortryggir sérfræðiþekkingu, ekkert bara sálfræðing, heldur bara almennt. Já. Og leitar þá annað og ég veit ekkert hvort að sá hópur endilega stærri eða minni í dag heldur en fyrir 10 árum eða 100 árum en við sjáum hann betur af því að á sama tíma á internetið að við erum búin að vera að tala um það hér að það býr til meiri fjarlægð á milli fólks. Við viljum sko fá fólk úr tölvuleikjunum og í borðspilin að þá minnkar það líka heiminn. Þannig að sko allt sem að gerast í sko allar öfgar verða svo sýnilegar af því að þú bara ert með þær hérna. Ef þú vilt skrolla á samfélagsmiðlunum og drekka í þig öfgarnar, þá getur það. Öfgar sem þú hefðir ekki séð annars. Já, en
svona ef við drögum þetta saman vegna þess að sko það er mjög gaman að hafa spjalla við hérna vegna þess að ég vissi að þú ert sko mikill spekulant og góður sálfræðingur og einmitt við höfum upplifað þetta bæði saman hana sem var vinnutengt og svo svona þekkjum maður til inn úr öðrum á öðrum vettvangi og vegna þess að sko mér finnst ég svona eigingjarn að því og eina af ástæðan fyrir ég byrjaði með þetta hlaðvarp var einfaldlega bara til þess að setjast gegnt einhverjum og eiga við eitthvað samtal. Í staðinn fyrir bara að droppa inn í kaffi, þú þurftir að hafa eitthvað mótíf. Ég þurfti að hafa eitthvað mótíf og ég meina, en að einhverju leyti sko þá finnst mér það skemmtilegast eiginlega við það að taka þessi þætti upp akkurat þetta að við erum bara búin að helga einhvern ákveðin tíma til þess að hittast og eina sem við viljum að gera við viljum bara eitthvað spjalla og leyfa okkur að vera þurfum við ekki að vera bundnir við að svara einhverjum ákveðnum spurningum eða heldur bara leyfum okkur að vera í svona einhverju flæði vegna þess að sko mér finnst ég líka upplifað að upplýsingaöflunin mín var orðin svo rosalega sko taktísk sko, ég þurfti alltaf að ná mér í réttu upplýsingarnar og þetta allt saman en svo mitt, þú veist, þegar maður kemst að hega samtali við breiðari flóra þá einhvern veginn svona minnst ég oft róast að því það er oft eitthvað svona hugmyndi sem ég hef sem bara eru kannski ekki endilega vittlusar en það er kannski bara einhver annar sem að svona getur haft þannig áhrif á þær að ég svona, já, ok, ég var ekki búin að hugsa þetta svona. Nei. Og ég vona bara að fleiri bara að fara að taka upp hlaður, þetta gerir þetta á símanum sínum, sko, við gerðum þetta mér við vorum í ferð á jökli og fyrsta sem við gerðum þegar við komum í skála var að þá tók við upp síman sinn og setti á rekord og setti hann á borðið og sagði, nú tökum við upp hlaðvarp. Og við fórum að, gefa þurrmatnum engun sem við vorum að borða og eitthvað. Þetta var bara stór skemmtilegt samtal. Bara hefur virkið það einhvern veginn bara með því að setja á upptöku, það var bara búin að virkja samtalið. Já. Við höfum aldrei byrt þetta. En þarna að þú nefndir þetta, við máum aðeins grípa þetta, þó við séum svona koma á lokasprettin. Bæði þetta að hafa svona einhvern ytra tilefni til að setjast og spjalla, en líka, nú náttúrulega glimti ég sem ég ætla að segja, að já, finnum kannski einhverja góða leið til að klippa þetta út, það datt alveg út með hvað ég ætla að segja. Já, það kemur reglulega fyrir mig, sko. Já, við vorum bara með það að búa til tilefnið. Þetta er búið til, þetta er framleitt tilefni, já. Það sem kom í hausinn á mér var að þegar varst að segja, sko, hitta ólíkt fólk til þess að fá fleiri sjónarmiðin. Og það er önnur risa þversögn í tækninni af því að sko öll tækni er kynnt með loforðum betri tíma, framfarir og svo er maður alltaf með einhvern veginn svona í huga þessar tvær framtíðarsýnir sem eru báðar að verða 100 ára Huxley og Orwell Brave New World og 1984 sem náttúrulega er bara hvort sem mjög pólitísk rit og mér sýnist heimsmynd Huxley bara líklegri til að rætast því miður. Og þá er það þessi þversögn að sko tæknin og bara þetta að hafa heiminn í lófanum og meiri reiknigetu heldur en reiknistofa bankana hafði 1985. Já. Að og það var heilt herbergi sú tölva. Þrátt fyrir öll loforðin betri tíð, þá erum við samt á einhverjum stað þar sem að fólk einangra sig. Já. Og þar lendi sko, verður samfélagsmiðla hugtak, verður ákveð svona rangnefni, af því að fólk setur sér niður í bergmálsherbergi. Já. Þar lendi að því að við vorum aðeins svona að koma örstuð inn á hvaðan sálfræðin sprettur. Og þú veist, sko, allegorir Platós eiga bara ágætlega vel við ennþá. Fólk er ótrúlega mikið í sínum hellum að reyna einhvern veginn að ímynda sér út úr skuggamyndum hvernig heimurinn er. Og það er dálítið skrítið þegar við höfum, ef við nennum að hafa fyrir því, aðgang að öllum upplýsingum í heiminum. En þá er punkturinn, ráðum við
við það, bara, þú veist, hið mannlega ástand þannig að þú bara ráðir við þessa ofgnótt eða þarf fólk bara að þrengja sig og einbeita sig einhverju litlu? Það er spurning sem ég jafngömmul og Plató og ég held að þessi ennþá að reyna að glíma við hana. En allavega, nei, ég þekki ekki svarið, en ég allavega, sko, einhvern veginn finnst mér, sko, að það sé ekki allt, að sko meiri upplýsingar ekki sama á meiri sannleikur, sko, það hvernig birtingamyndin í raunveruleikanum Nei, og þetta kemur aftur inn á muninn á sérfræðingi og leikmanni að sko, ef þú vilt eyða umræðu, þá bara kaffar hann í upplýsingum, alls konar upplýsingum. Já. En gerir ekkert í því að hreinsa út og einbetar að því að setja fram þær upplýsingar sem að skipta máli í það skiptið. Þú getur drepið, það sem ég reyni að segja ef þú vilt drepa umræðu, þá dælir inn upplýsingum. Já. Algjörlega ófilterað og rátt og það bara eins og lendi snjóflóði. Já. Á meðan að sko ef þú ætlar að vinna umræðin í gagn þá meðhöndlar upplýsingarnar setur þau í skýrslu og setur þau fram og notabenni, við erum kannski búin að vera óþarlega neikvæðir ykkar mállíkana hérna, að þá það einmitt verkefni sem að mállíkunin er frábær í. Já, geta einfalda það. Og ég sko, ég reyna að vera mjög bjartsýnn og tel að við getum nýtt þessa tækni sem í boði akkurat núna bara til mjög góða hluta, góða verka. En til þess að geta það, þá þurfum við að því við eigum, að mínum að tegum vera það upplýst að við þurfum ekki að fara í gegnum sama dótið með bílinn aftur, sko. Við þurfum ekki að hafa marga áratugi þar sem að þú veist, við erum með illa hannaða bremsur og stýrisend eða eitthvað sem að veldur bara gríðalegu tjóni ef að fara illa með eða fara rangt með, heldur ættu við að geta einhvern veginn nýtt okkur kraft okkar til og byggja fyrir reynslu að reyna að komast fram hjá því að þurfa að glíma við það 100 árum síðar að við höfum gert einhvern gríðalega skandal eins og við erum svolítið að hvað maður segja eins og markaðsöflin að reyna að íta þessu að okkur sem einhvers konar upplýsingasekur, sko, quick fix. Já, sko ég held eiginlega að sko aftur mögulega óþarlega neikvæðir, það fáránlega margt að gerast sem ótrúlega spennandi. Já. Og ekki bara sko beint í gervigreind eða mállíkunum, heldur bara almennt í upplýsingatækni og það var nú bara í gær ráðstefna svona upplýsingatæknidagur í heilbrigðisþjónustu sem ég mista af mjög mörg merkilega sprotafyrirtæki sem einmitt að nýta gögn. Ég held að tricksið sé að bara eins og í allir annir markmiðasetningu að vera með skýr markmið sem sko sem hægt að ná fljótt og skila strax ávinningi og þar ótrúlega margt að þegar þú veist að nefna áðan sko með aðgengja meðferð hvernig notum við upplýsingatækni og gerðum til þess að leysa úr þessum rosalega flöskuhálsi og þar hægt að nota svona málgreiningartól og alls konar til þess að svona raunverulega forgangsraða og sortera. Það hægt að sjá hverju þurfa strax mannlega sálfræðing út frá bara texta sem fólk gerir og öðrum sem að þurfa það bara ekki hægt að stýra í þá átt að nýta sér mögulega talgerfil eða þú veist mállíkan sem að gefa þér ráð. Hverju geta farið í hópmeðferð, hverju verða verið einstaklega. Þetta sé alltaf næsta leiti og stundum heyrir maður af fólki sem hrætt starfið sitt. Ég held ekkert að mjög fáir þurfi raunverulega að vera hrættur störfin sín vegna gervigreindar en þau munu breytast. En það líka sko mjög áhugavert að því að þessi svona, það stundu sett fram sem einhver hryllingsmynd af framtíðinni 50% starfa sem unnin í dag verða úrelt eftir 2045. En þá verða
komin önnur störf í staðinn eða þá störfin hafa breyst það mikið að þau teljast ekki alveg það sama en eru það samt en B sem ennþá mikilvægara 50% eða eitthvert óskilgreint hlutfall starfa sem voru unni 1965 þau ekkert til í dag heldur. Nei, og eitt kannski frá mér að lokum mér að vegna þess að ég leiði mér að skrásetja það á heimasíðunum minni að ég spái borgaralaunum fyrir árið 2032 að öllu nema nafninu til. Vegna þess að þetta mun aldrei nokkuð tímann heita borgaralaun. Nei. Og því miður, sko, að því við erum búin að neikvæðir, samt held ég ekki, sko. Ég held að við séum ekki beint, ég held að þetta sé bara svona, varfærnir, að því að þetta er, og það er gott að leyfa sér að taka bara svolítið svona þungar og djúpar umræður, vegna þess að, sko, aðgengi að efni sem bara eitthvað svona rosa flott og fínt að sína ykkur að tækni geggjun, sko, það bara fullt af því. Og hérna kannski ekki þau litið tilbaka og hugsa bara, já, við höfum nú rétt fyrir okkur þarna, en líka örglega bara hvað, þeir fóru nú alveg á hérna, galnir þarna, sko. En hérna, sem ég efast ekki að einhvers staðar höfum við rétt fyrir okkur, einhvers staðar höfum við rangt fyrir okkur, en hérna, það að, sko, hvað segja, að þessi ótti við að missa störfin og það sem ég kalla og senda þér með þessa bara þessa fólk sem býr við ótta ekki í besta útgáfan sjálfur sér. Það er einfaldlega bara vegna þess að það er einhverju vörn gagnvart einhverju og á meðan við erum ekki með stjórnvöld sem einhvern veginn svona að opinberlega allavega hið minnsta að vinna bara því að hvað segja, reyna að senda út allavega einhver skilaboð að segja bara það, við munum reynast ykkur vel ef að þetta fer í vesen, þannig að þú þarft ekki að enda því að fara í kulnun og fara í gegnum alltaf ferli og enda svo örorkulífeyri sem að er einhver örlög sem maður óskar engum, sko. En maður óskar þess að það sé til staðar einhvers konar öryggisnet sem fólk viti af, þannig að þetta svona sefa þennan ótta vegna þess að hann er bara raunverulegur í mörgum stéttum, sko. Og þó hann sé raunverulegur í mörgum stéttum sem hann ætti raunverulega endilega ekki að hafa efni á því vegna þess að akkurat upplýsingaóreiðan á internetinu er að svolítið svona að kasta þessum áróðri á fólk, sko. Já, og einhverjir sjá sér hagið í að ala á þessum ótta, sko. Já. Og það er ekkert bara ótta við tækni, það er bara ótti við fólk sem lítur ekki eins út og þú og alls konar. Já, við þurfum að finna einhvern sökutól. Herri Pétur, takk fyrir spjallið. Takk sömuleiðis, það var rosa. Mjög skemmtilegt.